Góðan daginn, velkomin á þennan ársfund. Að venju, getur maður sagt, þá ætla ég að stinga upp á að Hinrik Greipsson verði fundarstjóri. Engin andmæli við það. Þá ert þú orðinn fundarstjóri, Hinrik. Gjörðu svo vel. Ágætu sjóðfélagar, ég vil byrja á því að þakka ykkur að trausta kjósa mig hérna enn einu sinni sem fundarstjóra þessa ársfundar. Það sennilega segir mér að ég hafi ekki gert allt vitlaust, en það veit aldrei hvenær manni verður á. Við skulum vona að þetta gangi vel fyrir sig. Nú, þessi fundur honum streymt, þannig að þeir sem vilja koma með fyrirspurnir annað eru beinir að koma hér upp í pontu til þess að það nái til allra sem að á horfa. Nú, fyrsta verk fundarstjóra að stíga upp á fundarritara og að venju það Pálmi Rögnvaldsson, það ekki von ég muni að eru fleiri tillögur fundarstjóra, fundarritara, fyrirgefið. Svo ekki, þá gefum við Pálma Rögnvaldsinni gott klapp og hann tekur til starfa. Og ég vil byrja á því að nefna að ég hef gengið úr skugga að lögmæti þessara fundar, að það var auglýst í Morgunblaðinu 25. apríl síðastliðinn sem að birtist fundarboð og aftur reyndar í Morgunblaðinu 14. maí og Viðskiptablaðinu, auk þess sem fundurinn var auglýstur á heimasíðu sjóðsins og á launaseðlum sjóðfélaga. Þannig að ég úrskurða fundinn löglegan ef enginn hefur athugasemd við það. Skoðast hann þá löglegur. Ég vil þá að við göngum til dagskrár og fyrsti liður dagskrár skýrsla stjórnar og það Ari Skúlason sem hann flytur. Já, fyrirgefðu. Já, það eins gott að séu hérna aðstofamenn. Dagskráin svona eins og ég setti hér upp, en það tillaga að breyta dagskránni á þann veg að eftir fundarsetningu og kosningu fundarstjóra og fundarritara þá verði niðurstaða rafrænna kosninga til aðalstjórnar kynnt og kjör til varastjórnar. Síðan kemur skýrsla stjórnar, Ari Skúlason. Nú, það 9. liður, það tilnefning utanaðkomandi aðila í endurskoðunarnefnd, en það vegna breytinga á ákvæðum laga endurskoðunarnefndir sem það tilkomið. Hafa einhverjir athugasemdir við þessa breytingu á dagskránni? Svo ekki og þá göngum við til þessarar breyttu dagskrár og fyrsti liður þar niðurstaða rafrænna kosninga til aðalstjórnar og ég gef Tryggva Tryggvasyni orðið. Gjörðu svo vel, Tryggvi. Takk fyrir það. Við sem bara vinda okkur beint í niðurstöðuna. Eins og þið flest vitið að þá fór fram rafræn kosning í fyrsta sinn hjá okkur eftir að við breyttum samþykktum og heimiluðum það á síðasta ársfundi. Og svo kosning hófst viku fyrir þennan fund, 22. maí klukkan 5 og lauk í gær klukkan 5. Og framboð þessi lauk síðan viku áður, þess að 2 vikum fyrir fund í samræmi við samþykktir og það báru 6 gild framboð innan þess rests og niðurstaðan var eins og hér segir að flest atkvæði hlaut Steinunn Anna Hannesdóttir, næst flest Jón Fannar Guðmundsson og í 3. sæti var Sindri Reynisson. Þannig að þessi 3 aðilar urðu efst í kjörinu og eru því rétt kjörin sem aðalmenn í stjórn Lífeyrissjóðs bankamanna. Og bara óska ég þeim til hamingju með það, alltaf að gefa þeim bara gott klapp fyrir það. Þannig að þetta niðurstaðan og þetta fór fram eins og ég segi eftir kúnstarinnar og ég hef nú ekki orðið vitni af öruggari kosningu í minni ævi en þarna fór fram og þannig að ég held að þetta sé allt skotelt og örugglega eitthvað sem við munum endurtaka í framtíðinni. En þetta var niðurstaðan.
Næsti liður á dagskrá sem að, eins og Hinrik nefndi, það þá kjör til varastjórnar og eins og fram kom í bæði þegar auglýst var eftir framboðum fyrir framboðsfrestinn og í öllum auglýsingum þennan fund, að þá var litið svo á að þeir frambjóðendur sem að kemur með gild framboð yrðu jafnframt í kjöri til varastjórnar eða þeir næðu ekki kjöri til aðalstjórnar, þannig að í samræmi við þá tilhögun og að þá lítum við svo á að Ari Skúlason, Helga Jónsdóttir og Grettir Jóhannesson séu 1., 2. og 3. varamaður og séu þá sjálfkjörin í varastjórn þar sem að önnur framboð bárust ekki innan frestsins. Þannig að við lítum svo á að það sé sjálfkjörið í varastjórn og viljum bara gefa því góðu fólki líka gott klapp. Nú svona ykkur til upplýsingar að þá, eins og þið flest kannski vitið, að þá tilhögunin sú að við kjósum þrjá stjórnarmenn hér á fundinum, helmingstjórnar. Hinir 3 stjórnarmennir eru tilnefndir af aðildarfyrirtækjunum í samræmi við samþykktir og í beinu framhaldi af þessum fundi á morgun eða mun ég væntanlega vera í sambandi við aðildarfyrirtækjunum og kalla eftir staðfestingum á tilnefningum úr þeirri átt og þá erum við með full skipaða stjórn. Þetta allavega niðurstaðan í þessum rafrænu kosningum og ef það ekki spurningar eða athugasemdir varðandi þetta þá heldur við ljúkum þessum dagskrárlið. Hinrik, yfir til þín aftur. Takk fyrir það, Tryggvi. Og 3. liður dagskrár skýrsla stjórnar og það Ari Skúlason. Gjörðu svo vel, Ari. Fundarstjóri, góði fundarmenn og ágætu sjóðfélagar. Bara nokkur orð í upphafi niðurstöðu kosningarnar sem var kynnt hérna áðan. Ég hef setið í stjórn sjóðsins í 6 ár og verið formaður öll árin og ég var í miklu vafa það núna hvort ég ætti að gefa kost á mér einu sinni enn í þetta skiptið en fannst kannski ekki rétt að hlaupa frá öllu því sem að gerast í sjóðnum og öllu þeim verkefnum sem stjórnin að vinna að. En nú raun og veru búið að velja fyrir mig þannig að sjóðfélagar hafa talað og auðvitað það loka orðið og auðvitað þarf að virða það. Ég hef tekið þátt í félagsmálum eiginlega alla ævina og tekið þátt í mörgum kosningum og ég hef reynslaði bæði að sigra og tapa. Og á langri ævi þá ég líka lært það að það engin ómissandi. Þannig að ég held að við getum öll fagnað miklum áhuga yngra fólks til þess að starfa fyrir sjóðinn og ég óska nýjum stjórnarmönnum innilega til hamingju með kjörið og vona svo að þau komist klakklaust í gegnum síur fjármálaeftirlitsins sem næsta skrefi að vera stjórnarmaður í lífeyrissjóðnum og gengur ekki alltaf vel. En það eru mörg brýn verkefni sem stjórnin þarf að fást við og það ekki mitt lengur að vinna þeim lausnum og ég færi mig bara til hliðar með bros á vör og allt í fínu lagi. Jóhanna Sigurðardóttir sagði á sínum tíma minn tími mun koma og nú get ég sagt með nákvæmlega jafnmikilli vissu minn tími hann liðinn og amen með það og nú ætla ég að byrja á ræðinu sem ég var búinn að skrifa fyrir þennan fund. Þessi árin eru flestir lífeyrissjóðir að fást við þá staðreynd að lífaldur sífellt að lengjast og sú þróun hefur verulega áhrif á lífeyriskerfið. Fólk fær nú lífeyri í fleiri ár en áður og sífellt þarf að huga því að uppsöfnunin sé nægileg til þess að dæmi gangi upp. Lífeyriskerfið okkar þannig sífellt í umræðunni enda stórt og glæsilegt og skiptir marga máli. Næstsíðustu áramót, þar sé árslok 22, þá nam stærð lífeyriskerfisins okkar uppsparað og ávaxtað fé 176% af landsframleiðslunni, sem þá var hæsta hlutfall meðal OECD-þjóða. Þá voru Holland og Sviss einu löndin í heiminum með álíka stórt lífeyriskerfi af sama tagi og okkar. Árið þar á undan var stærð lífeyriskerfisins okkar rúmlega 2x landsframleiðsla og þá vorum við með mjög mikla sérstöðu. En eins og við vitum að þá hafa fjármálamarkaði leikið lífeyriskerfið okkar frekar illa á síðustu 2 árum sem minnkar hlutfallslega stærð kerfisins töluvert. Við heyrum oft hvernig sumir vilja eigna sér kerfið okkar og ráðskast með það, sérstaklega stjórnvöld og svo einstaka lukkurittarar í verkalýðsforystunni sem vilja beita því í pólitískum tilgangi. Í hinni margum töluðu sölu hluta ríkissjóðs Íslandsbanka í hittiðfyrra komu til dæmis fram það skrýtna sjónarmið af hálfu stjórnvalda að nú þyrfti að finna nýja tegund af fjárfestum til þess að vera þolinmóðir eigendur á bankanum í stað þess að lífeyrissjóðirnir keyptu allt upp.
Við þekkjum öll söguna hvernig fór. Eftir sátu lífeyrissjóðirnir sem þolinmóðir fjárfestar með mun minni hlut en þeir höfðu viljað fá og sumir fóru út í að kaupa hluti á hærra verði en ella af þeim sem fengu að hirða skammtímahagnaðinn af sölunni og stungu snögglega af. Ég get ómögulega skilið hvað stjórnvaldi hafði á móti lífeyrissjóðunum í þessu sambandi. Ekki eru þeir óþolinmóðir fjárfestar og ekki hefðu þeir stungið af með skammtímahagnað. Á síðustu ársfundum hef ég fjallað töluvert breytingar á lögum lífeyrissjóði sem fólust aðallega í því að þvinga alla sjóði í átt að lausnum sem Samtök atvinnulífsins og Alþýðusambandið höfðu komið sér saman í kjarasamningum. Í því tilviki tók löggjafinn að sér að vera til þjónustu reiðubúinn fyrir þessi stóru samtök og í slíkum tilvikum erfitt að gæta sjálfstæðis og sjálfsákvörðunarréttar minni lífeyrissjóða eins og okkar. Tilraunin til að þvinga fram breytingar tókst reyndar ekki alveg og í lokin voru gerðar breytingar á frumvarpinu sem margir gátu sátt sig við. Enn eitt dæmið tilraun stjórnvalda til grófrar íhlutunar í málefni lífeyrissjóðanna voru hugmyndir fjármálaráðherra að sjálfsagt sé að lífeyrisþegar beri kostnaðinn af margra ára ævintýramennsku stjórnvalda í kringum Íbúðalánasjóð. En leifarnar á honum heiti núna ÍL-sjóður. Fjármála- og efnahagsráðherra ætlaði sér á sínum tíma að beita lagasetningu til að knýja fram gjaldþrotaskipti eða slita á ÍL-sjóði sem hefði falið í sér verulegt tap fyrir lífeyrissjóðina. Í raun snerust þessar tillögur í upphafi hreina eignaupptöku. Þetta mál enn í gangi og orðið að miklu vandræðamáli fyrir stjórnvöld. Vegna breytinga á markaðsaðstæðum eru mögulega áföll fyrir lífeyrissjóðina farið svo að markmið stjórnvalda verði þvinguð fram mun minni að leit út fyrir á sínum tíma. Lífeyrissjóðirnir í landinu hafa líka staðið þétt saman gegn stjórnvaldinu í þessu máli. Þessar sögur og margar aðrar sýna hvernig stjórnvaldi telur sig sífellt geta ráðskast með lífeyrissparnað fólks eftir eigin geðþótta. Lífeyrissjóðakerfið hefur átt erfitt uppdráttar á síðustu 2 árum vegna markaðsaðstæðna og lágrar ávöxtunar. Það vægast sagt mjög skrítin staða að stjórnvaldið í landinu skuli á sama tíma velja að auka óvissu og búa til ný vandamál þegar nóg til af þeim fyrir. Eins og alltaf þá standa íslenski lífeyrissjóðir frammi fyrir miklum áskorunum. Aðalorsakavaldurinn eins og ég sagði í upphafi að við erum sífellt að lifa lengur og sá tími sem sjóðirnir þurfa að greiða fólki lífeyri lengi sífellt. Á síðasta ári fór okkar sjóður út í aðgerðir við að jafna ávinnslu réttinda eftir aldri og svo að tryggja að sjóðurinn geti staðið við þær skuldbindingar sem hann er að lofa. Þá hafa erfiðar markaðsaðstæður og slælega ávöxtun á síðustu 2 árum gert stöðu aldursdeildar erfiða þannig að nú stöndum við uppi með tillögu skerðingu réttinda í deildinni sem í fyrsta skipti sem það gerist. Það verður síðan fjallað seinna á þessum fundi. Á síðasta ári þurfti líka að skerða réttindi einu sinni enn í hlutfallsdeild en orsakir þess voru meira brostnar forsendur og að það var vitlaust gefið í upphafi eins og við vitum svo vel. Þrívegis hefur þurft að lækka réttindin í hlutfallsdeildinni á síðustu 8 árum, samtals ríflega 25%. Starfsmenn á fjármálamarkaði búa við nokkuð sérstakar aðstæður í lífeyrismálum. Iðgjald atvinnurekanda í skyldutryggingarhlutann er enn 6% og á móti koma 4% frá viðkomandi starfsmanni, 10% alls. Víðast hvar annars staðar á almenna markaðnum er iðgjald atvinnurekanda 11,5% og iðgjald starfsmanns 4%, það er að segja 15,5% alls. Við á fjármálamarkaði búum hins vegar við þá sérstöðu að vera með sérstaka 7% greiðslu í séreignarsjóð. Í síðustu 2 kjarasamningalotum hefur SSF, Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, verið með þá kröfu að hækka iðgjald atvinnurekanda í skyldutryggingu úr 6% í 8%, þannig að iðgjaldið hækki úr 10% í 12%. Tillaga hækkun iðgjalds hefur líka verið samþykkt hérna á ársfundum okkar sjóðs. Krafan hækkun iðgjalds hefur ekki náðst fram. Reyndar fáum við alltaf það svar frá atvinnurekendum í samningaviðræðum að sjálfsagt sé að hækka iðgjald þeirra úr 6% í 8% með þeim hætti að séreignarframlagið lækki úr 7% í 5% sem auðvitað kemur ekki til greina. Þarna er verið að rugla saman 2 óskyldur málum. Það þarf sífellt að minna á söguna af 7% framlaginu í séreignarsjóð. Sú saga má ekki falla í gleymsku. Það gleymist nefnilega oft í umræðunni að flest réttindi á vinnumarkaði hafa kostað mikla baráttu í gegnum árin og sum þeirra eru endurgjald fyrir réttindi sem hafa horfið. Þannig er það með séreignarsparnaðinn okkar. Þegar einka- og hlutafélagavæðing bankanna hófst á 10. áratug síðustu aldar, vildu stjórnendur þeirra og ríkissjóður losna við ýmsar ábyrgðir og skuldbindingar vegna lífeyrisréttinda starfsfólks. Þar var fyrst og fremst að ræða bakábyrgð fyrirtækjanna á skuldbindingu lífeyrissjóða.
En þarna var líka að ræða góð réttindi til makalífeyris og 95 ára regluna sem kvað á að þegar summa lífaldurs og starfsaldurs var 95 ár gat starfsfólk kosið að hefja lífeyristöku strax með 75% af lokalaunum. Bankarnir vildu losna við allar þessar ábyrgðir og vildu kaupa réttindina af starfsfólkjunni. Það tók dágóðan tíma að reyna að semja verðmæti réttindana og margir reiknimeistarar komu þar af. Að lokum náði samkomulag sem reyndar var til í gerðardómi að þessi réttindi sem við áttum umfram almenn réttindi í sameignarlífeyrissjóði og voru tekin af okkur væru ígildi 7% launasummunar og síðan hefur þetta hlutfall 7% af launum verið greitt í séreignarsjóði starfsmanna eftir 3 ára starf samkvæmt kjarasamningi SSF. Í upphafi voru greidd 2% fyrstu 3 árin sem hækkaði svo upp í 5,5% í árið 2019. Það er því langt frá því að séreignarsparnaðurinn hafi orðið til í venjulegu samningaviðræðum og því ber að umgangast hann miðað við það. Hann er ekki skiptimynt. Hann er verð þeirra réttinda sem starfsfólk á fjármálamarkaði misti á sínu tíma og margir eru reyndar á því að fyrirtækin hafi fengið að kaupa þessi réttindi á undirverði. Eins og við höfum rætt á mörgum ársfundum birti Lífeyrissjóður bankamanna, aðildarfélögum hlutfallsdeildar og Íslenska ríkinu stefnu haustið 2018 þar sem sjóðurinn taldi að samkomulagið í tengslu við uppgjör ábyrgðar á skuldbindingum árið 1997 hefði verið ósanngjarnt, forsendur þess hafi brostið og aðildarfyrirtækin og ríkissjóður auðgast með óréttmætum hætti á kostnað sjóðsins og sjóðfélaga. Stefnan var svo þingfest í héraðsdómi í október 2018. Málið var í gangi allt fram á síðasta ár og tapaðist bæði í héraðsdómi og Landsrétti. Málinu lauk svo endanlega í júní á síðasta ári þegar Hæstiréttur hafnaði umsókn okkar áfrýjun á málinu. Málið mallaði því fyrir dómstólum í hátt 5. ár en hófst í raun miklu fyrr þar sem tekist var á ýmsa þætti þess. Ég held að flestir geti verið sammála að réttlætinu var engan veginn fullnægt í þessu máli og niðurstaða þess sýnir að það er erfitt að berjast gegn stórum andstæðingum, ekki síst íslenska ríkinu. Stjórn Lífeyrissjóðs bankamanna telur að með höfnun Hæstaréttar á beiðni áfrýjunarleyfi sé þessu máli lokið. Í kjölfar þess að dómsmáli hlutfallsdeildar er lokið hefur stjórn sjóðsins skoðað hvort fýsilegt kunni að vera að sameina deildir sjóðsins að nýju með það að markmiði að treysta rekstur hans og gera hann að einni einingu. Fljótt á litið virðist samt sem mörg ljón séu á veginum í því sambandi. Stjórn sjóðsins hafði til skamms tíma gert ráð fyrir að starfsemi sjóðsins yrði með svipuðu sniði á allra næstu misserum í umhverfi mjög lágra vaxta og versnandi ávöxtunarkjara. En aðstæður breytast stundum hratt eins og gerst hefur á síðustu 2 árum. Ávöxtun aldursdeildar var afbragðsgóð á árinu 2021, mjög slök 22 og frekar slök í fyrra, eins og við eigum eftir að fara yfir. Við getum þó huggað okkur við það að ávöxtun okkar sjóðs hefur verið vel fyrir ofan meðaltal allra sameignarsjóða síðustu ár og sama á við 5 ára meðaltal ávöxtunar. Eins og ég hef rætt á undanförnum ársfundum hefur umræða framtíð sjóðsins verið ofarlega á dagskrá innan stjórnar á síðustu árum, þar sem finna þar bestu lausnir á hvernig beri að haga starfi og rekstri sjóðsins á næstu árum til þess að vernda hagsmuni sjóðfélaga sem best, mögulega í nánu samstarfi við aðra sjóði eða jafnvel sameiningu. Greiðandi sjóðfélögum aldursdeildar fer stöðugt fækkandi þó án þess að sé verið að nálgast nokkur hættumörk. Stjórnin telur því nauðsynlegt að skoða möguleika framtíð sjóðsins gaumgæfilega. Þar er þó flókið mál að ræða og fletirnir sem koma upp ansi margir. Á síðasta ári ræddum við til dæmis beint við stjórnir Lífsverks, Lífeyrissjóðs og Lífeyrissjóðs verslunarmanna mögulegt samstarf. Lífsverk er opinn sjóður fyrir háskólamenntað fólk en ekki sérstaklega stór. Þar kjósa sjóðsfélagar alla stjórnarmenn þannig að þar er sjóðfélagalýðræði með besta móti. Þar sem sjóðurinn er opinn eyðir hann töluverðu fjármagni í auglýsingar og kynningar og því er rekstrarkostnaður töluvert meiri en í okkar sjóði. Lífeyrissjóður verslunarmanna er hins vegar risastór sjóður með tiltölulega lítinn rekstrarkostnað. Þar er sjóðfélagalýðræði hins vegar í lágmarki þar sem samtök atvinnulífsins skipa helming stjórnarmanna og stjórn VR hinn helminginn. Sjóðfélagar ráða því nær engu hverjir sitja í stjórn sjóðsins. Þetta eru dæmi hvernig 2 mikilvægir þættir, rekstrarkostnaður og sjóðfélagalýðræði eru mjög mismunandi milli sjóða. Við höfum líka skoðað það möguleika að útvista rekstri sjóðsins og höfum í því sambandi fengið tilboð rekstur frá 2 stóru bankana, Landsbankanum og Arion. Í því sambandi höfum við sannfærst margt sem við vissum fyrir.
Þar er mikilvægast að rekstrarkostnaður lífeyrissjóðs bankamanna er með lægsta móti meðal sjóða og það er mjög hæpið að sjóðurinn spari mikið á því að útvista rekstrinum, allavega ekki til skemmri tíma. Að meðaltali greiddu 1486 sjóðsfélagar iðgjöld til aldursdeildar á árinu 2023. Samanborið við 1574 á árinu 2022 og 1665 2021. Þetta er tæplega 11% fækkun á 2 árum. Það þarf ekki að vera óeðlilegt að greiðandi sjóðfélögum fari fækkandi þegar bæði hagræðing og fækkun í fjármálageiranum er á fleygiferð. Stór ástæða fyrir því að fækkunin er meiri en ella er hins vegar sú að stjórnendur Landsbankans hafa brotið skyldur sínar gagnvart lífeyrissjóði bankamanna með alvarlegum hætti á síðustu árum. Landsbankinn, sem er stærsta aðildarfélag lífeyrissjóðs bankamanna, hefur átt í samstarfi sjóðinn við starfsfólksrétt í það bil 100 ár. En upphaflega hét sjóðurinn Eftirlaunasjóður starfsmanna Landsbanka Íslands og tók formlega til starfa 1. janúar 1929 eftir nokkur ára undirbúning. Síðan hafa fleiri fyrirtæki og stofnanir orðið aðilar að sjóðnum, til dæmis Seðlabanki Íslands og Reiknistofa bankanna. Á síðustu mánuðum hafa stjórnendur Landsbankans leyft flutning fleiri tuga starfsmanna sinna úr lífeyrissjóði bankamanna yfir í íslenska lífeyrissjóðinn sem rekinn er af bankanum. Algerlega í trássi við samþykktir sjóðsins og viðteknar reglur og venjur á íslensku vinnumarkaði. Sem sjóðfélagi og stjórnarmaður í lífeyrissjóði bankamanna og hluthafi í Landsbankanum og fyrrverandi starfsmaður taldi ég það vera skyldu mín að upplýsa þessi mál á aðalfundi Landsbankans nú í vor með sama hætti og gera það hér. Ég hafði áður rætt þetta mál og mótmælt framferðinu við stjórnendur bankans þar sem fátt var svör. Ég ræddi þessa stöðu líka við helstu kunnáttumenn landsins í lífeyrismálum og þeim fannst málið sérstakt og fordæmalaust. Ég taldi því nauðsynlegt að upplýsa málið með formlegum hætti á aðalfundi bankans, meðal annars til þess að koma í veg fyrir að ég og aðrir stjórnarmenn sjóðsins séum sökuð tómlæti og við sættum okkur við aðgerðir bankans. Í samþykktum lífeyrissjóðs bankamanna segir skýrt og skilmerkilega í 3. grein að allir starfsmenn aðildarfyrirtækja sjóðsins sem náð hafa 16 ára aldri skuli vera sjóðfélagar og greiða iðgjöld til sjóðsins meðan þeir starfa hjá viðkomandi fyrirtæki. Þeir einu sem eru undanskildir eru þeir starfsmenn sem eiga skyldu aðild að öðrum lífeyrissjóðum samkvæmt kjarasamningum. Núverandi stjórnendum Landsbankans finnst þess að algjörlega sjálfsagt að brjóta þessi skýru ákvæði samþykktaði sjóði sem þeir hafa verið aðilar að í næstum 100 ár. Þeir hafa ekki valið að slíta samstarfinu á lífeyrissjóð bankamanna en finnst áfram sjálfsagt og eðlilegt að þeir geti haldið áfram að skipa stjórnarmenn í þennan sama sjóð. Á undanförnu ári hefur stjórn lífeyrissjóðs bankamanna átt í viðræðum við Landsbankann að bankinn sjái mögulega framvegis rekstur sjóðsins eins og ég kom inn á hér að framan. Að bankinn fari á bak við okkur með þessum hætti að flytja tugi manns milli sjóða og meðan slíkar viðræður fara fram hefur komið algjörlega í bakið á okkur og valdið okkur miklum vonbrigðum. Eins og ég sagði á aðalfundi bankans getur þetta framfærið varla verið í samræmi við þau viðmið, gildi og viðskiptasiðferði sem er eðlilegt að gildi banka í opinberri eigu, eins og segir í starfskjarastefnu bankans. Mér vitandi eru engin viðurlög við framferði eins og þessu. Samstarf í lífeyrismálum byggir á kjarasamningum, siðferði og trausti. Siðferði og traust eru hvort tveggja þættir sem koma skýrt fram í starfskjarastefnu Landsbankans og öllum hans málflutningi. Að mínu mati hafa stjórnendur bankans ekki starfað í samræmi við þessi gildi með framferði sínu þar sem þeir þverbrjóta samþykktir lífeyrissjóðsins og allar reglur, venjur og hefðir lífeyrismál á íslensku vinnumarkaði. Fyrir mér eru skilaboð Landsbankans skýr, það þarf ekki að standa við alla samninga. Góðir fundarmenn, þetta er væntanlega síðasta skýrsla stjórnar sem ég flyt í þessu lífeyrissjóði. Í blálokin vil ég bara ítreka að lífeyrissjóður bankamanna er þrátt fyrir allt öflugur og vel rekinn lífeyrissjóður. Sjóðurinn stendur fyrir mörgum áskorunum en engum stór alvarlegum. Stjórnin leggur vissulega til skerðingu réttinda í aldursdeild en það er í fyrsta skipti sem það gerist. Við hefðum getað gert þetta í fyrra þegar við vorum á mörkum kröfu skerðingu en völdum þá að vona að markaðir yrðu lífeyrissjóðunum hagstæðir og kusum að bíða. Ef litið er á stöðu margra annarra sjóða er tryggingafræðileg staða víða slæm og á mörkum kröfu skerðingar, þannig að það er von á skerðingu víðar nú eða á næstu árum ef aðstæður breytast ekki. Efnahagsumhverfið er í lífeyrissjóðunum óhagstætt þessar mundir. Á næstu mánuðum og misserum er því mikilvægt að vanda sérhvert skref sem við tökum til þess að ná sem bestum árangri og bestum ábata fyrir sjóðfélaga.
Ég vil að lokum þakka sjóðfélögum, stjórnarmönnum sjóðsins og starfsmönnum kærlega fyrir gott samstarf síðustu 6 ár. Takk fyrir mig. Já, við þökkum Ara fyrir hans yfirferð. Ég ætla að fara inn í. Þá komið að næsta lið dagskrár. Það er ársreikningur 2023 og fjárfestingarstefnur og það er Tryggvi Tryggvason, framkvæmdastjóri sjóðsins. Gjörðu svo vel, Tryggvi. Já, komið sæl aftur. Ég ætla að venju að fara stikla á svona frekar stóru yfir reikningin sjálfan. Reikningurinn liggur nú frammi á borðunum flestum. Þannig að þið getur nú flett honum, svo er nú svona útdráttur úr honum hérna á upplýsingablaði líka með helstu tölum. En svo þetta er þetta nálgast hann á vefsíðu sjóðsins að sjálfsögðu líka. Nokkur orð ávöxtunina, Ari kom nú lauslega inn á það líka, en síðasta ár, 2023, var skömminni skárra en árið áður og rauninni talsvert skárra en árið áður og markaði réttu mér hressilega úr kútnum undir lok ársins og varð afkoman mun betri hjá lífeyrissjóðum almennt heldur en útlit var fyrir lengi fram eftir árið þegar stemdi í mjög slæma niðurstöðum. Þannig að raunávöxtunin var jákvæð árið 2023 eftir alveg sögulega erfitt ár alþjóðlega á árið áður. Verðbólga helst hins vegar áfram há sem að gera að verkum að raunávöxtunin er undir 3,5% viðmiði hjá flestum eða ekki öllum lífeyrissjóðum og hjá okkur líka og þar til rýrnaði eða lækkaði tryggingafræðileg staða. Við komum nánar inn á þessi atriði síðar. Í aldursdeildinni þá var hrein nafnávöxtun 9,8% samanborið við 0,1% árið áður og raunávöxtun var 1,7% jákvæð samanborið við 8,5% neikvæða raunávöxtun árið áður. En þetta er talsverður viðsnúningur en ekki nægjanlegt til þess að tryggingafræðileg staða beinlínis batnaði. Nú meðaltal síðustu ára þarna kemur fram 3,8% og síðustu 20 árin hún 4,2% í aldursdeildinni. Hlutfallsdeildar megin þetta tölunar ekki sveiflukenndar eins og þið þekkið. Hrein nafnávöxtun var það ríflega 10%, 10,3%, samanborið við 7,2% árið áður og raunávöxtunin 2,1% samanborið við -2% árið áður. Þar að meðaltalið fyrir 10 árin nokkuð lægra heldur en í aldursdeildinni 3,2% en 3,7% yfir síðustu 20 ár. Nú, það er eðlilegt að taka tillit til mismunandi áhættu lífeyrissjóða þegar þeir eru brotnir saman og eins og þið vitið flest. Og eins er líka eðlilegt að horfa til mismunandi uppgjörsaðferða sem að þó hafa í fyrsta lagi jafnast þau út svona yfir lengri tímabil uppgjörsaðferðina hvað varðar skuldabréf sérstaklega og þar fyrir utan eins og við höfum ítrekað rætt á þessum fundum hér að þá breyta uppgjörsaðferðir skuldabréfa akkúrat engu tryggingafræðilega þróun. Þannig að það eru bara bókhaldslega atriði. Nú við höldum fram hér að eignasöfn beggja deildar séu nú svona í áhættum inn í kantunum, sérstaklega er hlutfallsdeildin auðvitað áhættu lítil eðli máls samkvæmt. Ég fer betur yfir þessi atriði í sambandi við fjárfestingarstefnurnar. En þetta er eitthvað sem maður þarf auðvitað að hafa í huga við þennan samanburð sem ég nefndi. Hér er stuttur samanburður yfir raunávöxtun nokkurra sjóða í fyrra. Hún var slök, hún var að meðaltali 0,5% yfir kerfið í heild og dreifðist þarna á nokkuð góðu bili. Við erum í þokkalegum samanburði þarna akkúrat í fyrra. Þetta er bara með aldursdeildina reyndar. Það sem að hlutfallsdeildin er nú vart samanburðarhæf við þessa sjóði. Nú yfir 5 ára tímabil eins og Ari minntist á, þar erum við líka í þokkalegu meðaltali í þessum samanburði. En aftur ég vek athygli á því að samanburður er pínlítið erfiður nema tekið til þessara þáttar sem ég nefndi. Nú, Ari minntist á rekstrarkostnaðinn, hann er til þess að gera lág hjá okkur, sérstaklega er saman við sjóði af svipari stærð og raunar erum við nær
því að vera í takti við stærri sjóðana heldur en þá minni, hvað var það rekstrarkostnað. Það er að taka til þess eins og að hluti af rekstrarkostnaði hlutfallsdeildar greiddur af aðildarfyrirtækjunum og að teknum til þess þá værum við nær 0,2%. Þannig að það nú eðlilegt að hafa þann fyrirvara þessum samanburði, en engu að síður, hvort sem við horfum á 0,15% eða 0,2%, þá erum við í ágætis félagsskap og aftur mun lægri heldur en sjóðir að sambærilegri stærð og lífeyrissjóður bankamanna. Þá ætla ég að rúlla yfir ársreikninginn sjálfan og byrjum á hlutfallsdeildinni. Þar voru iðgjöld, þau eru nú að verða hverfandi í hlutfallsdeildinni eins og þið kannski hafið fylgst með á síðustu árum. Þau eru komin niður undir 100 milljónir í fyrra, enda fer sjóðfélögum þar hratt fækkandi og þeir eru ríflega 50 ef maður rétt í árslok. Þannig að iðgjöld lækka úr 123 milljónum í 104. Lífeyrisgreiðslur að sama skapi aukast, enda vel flestir sjóðfélagar komnir á eftirlaun í hlutfallsdeildinni og námu lífeyrisgreiðslur 3,3 milljónum ríflega, samanborið við 3 milljarða árið áður. Þetta eru svo sem tölur sem eru ekki óvæntar og voru fyrirsjáanlegar. Hérna sjáum við aftur þennan samanburð, við sjáum aftur lífeyrisgreiðslurnar sem ég nefndi áðan og á móti þeim standa síðan hreinar fjárfestingartekjur sem voru tæpir 4 milljarðar í fyrra, þannig að undanfærin ár, síðast ári eins og undanfærin ár, þá nær hlutfallsdeildin að standa undir lífeyrisgreiðslur nokkurn veginn og reynar ríflega það í fyrra, með hreinum tekjum af eignasafninu. Þannig að stærð sjóðsins hefur að þeim sökum nánast staðið í stað að krónutölu síðustu árin. En auðvitað kemur að því að hann fer að minnka. En síðustu 6-8 árin hefur hann nánast staðið í stað og eins og ég segi, fjárfestingartekjurnar standa undir lífeyrisgreiðslum. Rekstrarkostnaðurinn, þarna kemur fram að sjá hlutdeild aðildarfyrirtækjanna í rekstrarkostnaði hlutfallsdeildar og hreineign í lokin þarna tæpir 41 milljarður. Efnahagsreikningurinn, stiklum á stóru þar líka, ég fer nánar yfir eignasamsetninguna á eftir í sambandi við fjárfestingarstefnuna. Þar sjáum við að uppistaðan af eignum hlutfallsdeildar eru skuldabréf, 36,6 milljarðar af 39,6 eru skuldabréf eða verðbréf með föstum tekjum og hlutabréf eru einungis 3 milljarðar og öll innlend. Sjáum að handbært fé þarna réttum með milljarðinn í árslok. Deildin auðvitað reynir að eiga talsvert handbært fé, en það eru lífeyrisgreiðslur stór hluti af rekstrinum og lítið af iðgjöldum sem kom inn. Þarna sjáum við skuldamegin auðvitað lítið að gerast í þessum sjóði. Það munar einna helst það hvort að tekjuskattur af lífeyrisgreiðslum var greiddur fyrir eftir áramót, hann hefur greinilega verið greiddur eftir áramót í fyrra, þannig að uppistaðan af skuldunum eru þessar 40 að 50 milljónir í ógreiddar skatta. Yfirvöldum sjóðstreymi, við getum nú staldrað stutt þar við, þarna sjáum við svo sem hvernig þessar sömu tölur spilast í sjóðstreyminu og það eru svo sem áþekkar þannig lagað. Við sjáum að inngreiðslurnar eru óverulegar og útgreiðslurnar eru mun stærri tölur og að þeim sökum að þá það sem iðgjöldin eru nánast óveruleg í sjóðunum, þá hreint breyting á hreinum ráðstöfum til fjárfestinga er neikvætt. Þannig að sjóðurinn er í rauninni ekki með fjárfestingaþörf nettó, heldur hann að má segja lifa á eignasafninu að uppistöðu til, eins og gera má ráð fyrir. Þarna sjáum við fjárfestingarhreyfingarnar sem eru líka bara svona flæðistölur. Þarna sjáum við hvernig einstakir eignarleiðir flæða gegn og þetta kannski segir lítið. Þarna eru tölurnar býsna háar, en að hluta til þetta náttúrulega það að við erum að fara inn og út úr skammtímasjóðum og slíkum eignum sem auðvitað skekkja þessi mynd kannski, en þetta eru engu að síður tölurnar. Og það sjáum að handbært fé í árslok eykst
400 og tæpa 500 milljónir milli ára. Nú yfirlit tryggingafélaga stöðu, Bjarni kemur auðvitað nánar inn á það í sinni yfirferð, en við sjáum auðvitað, stóra myndin er auðvitað svo að í ársloki fyrra var hlutfallsdeildin komin í mínus 11% og þurfti því að grípa til aðgerða þeim megin og sem var gert. Það náðist að vísu ekki í gegn og var ekki samþykkt og kom ekki til framkvæmda fyrir undir lok ársins 1. desember, þannig að sem gerir að verkum að við náðum ekki alveg núllinu, en það er svo sem ekkert sem að segir að við þurfum að gera það endilega, en auðvitað hefðum við viljað að þessi breyting á réttindum hefði tekið gildi fyrr, en af ýmsum ástæðum þá dróst það í meðförum ráðuneytisins og þess vegna kom þetta ekki til framkvæmda fyrir 1. desember og niðurstaðan þessi. En í árslok er staðan sem sagt mínus 2,4% úr mínus 11% árið áður. Bjarni fer síðan nánar yfir þróunina í þessu efni. Hérna er örstutt mynd sem að sýnir svo sem það sem að þið þekkið að fjöldi greiðandi sjóðfélaga í hlutafjárdeildinni hann er komin í 59 samkvæmt þessu, á meðan að lífeyrisþegar, eftirlaunaþegar og örorkulífeyrisþegar eru komin í 1251. Þannig að uppistaðan, eins og ég nefndi, af sjóðfélögum þessara deildar eru þegar komin á eftirlaun. Þarna er líka mynd sem að sýnir bara hvernig fyrstlega hvernig þróun lífeyrisins hefur verið undanfarin ár og skiptingu hans milli einstakra tegunda lífeyrisgreiðslna, og svo sjáum við líka línuna þarna sem að sýnir hlutfall örorkulífeyris sem er mjög óverulegt í hlutfallsdeildinni eðli máls samkvæmt og fer minnkandi. Aldursdeildin sem er svona hefðbundnari lífeyrissjóður má segja, þar er staðan svo að iðgjöld stóðu svo að segja í stað milli ára, námu ríflega 2 milljörðum sem er heldur hærri tala en árið áður, og þarna er í rauninni bara að vegast á að launahækkanir ná í rauninni að vega upp fækkun greiðandi sjóðfélaga eins og Ari kom inn á. Þeim fækkar nokkuð milli ára, en þrátt fyrir það eru iðgjöldin nokkurn veginn að standa í stað af krónutölu og lífeyrismegin er síðan bara hefðbundin aukning. Það auðvitað bara er eðlilega stærri hluti fólks að komast á eftirlaunaaldur og færa þær úr 938 milljónum í 1154 milljónir á síðasta ári. Það má finna síðan sundurliðin á þessum tölum öllum í ársreikningnum og hægt að glöggva sig nánar á smáatriðunum í þeim efnum. Hérna sjáum við hvernig hreinu fjárfestingartekjurnar koma út í aldursdeildinni. Þarna eru meiri sviptingar í þeim lið heldur en í hlutfallsdeildinni. Fjárfestingartekjurnar voru nánast engar, þær námu einungis 175 milljónum árið 2022 en fóru í 6,3 milljarða í fyrra, og sem að dugðu þó ekki til að ná raunávöxtuninni upp í nema 1,7%. Og það sjáum við að rekstrarkostnaðurinn, skrifstofu- og stjórnunarkostnaðurinn nemur hérna 130 milljónum, stendur annars í stað milli ára og í rauninni lækkar hann ef tekið til þess að aldursdeildin er alltaf að stækka og þess vegna taka til sín stærra hlutfall af heildarrekstrarkostnaði sjóðsins. Þannig að í rauninni er raunkostnaðurinn að minnka þarna milli ára. Þar telur meðal annars tölvutengdur kostnaður sem var aðeins meiri árinu 2022 vegna breytinga hjá okkur á þeim vettvangi, og eins var aðeins hagræðinga á vettvangi reiknistofu lífeyrissjóða sem rekur Jóakim-kerfið. Þeir lækkuðu sína gjaldskrá undir lok árs og sem skilaði hagræðingu sem að telur smávegis í þessum útreikningum. Nú við sjáum að hrein eign til greiðslu lífeyris breytist þarna 7 milljarðar ríflega og fer úr 62,4 í 69,5. Efnahagsreikningurinn, hann er auðvitað talsvert ólíkur hlutfallsdeildinni. Þarna er skiptingin nánast jöfn milli skuldabréfa eða verðbréfa með föstum tekjum og svo hlutabréfa, og auðvitað gjörólíkt því sem við sáum í hlutfallsdeildinni.
Og skuldamegin svo sem svipað á ferðinni þarna. Þarna að þessu stærsti skuldaliðurinn svolítið sérkennilegur liður í aldursdeildinni að það ennþá hluti af sjóðfélögum sem hafa ekki sótt séreign sem hafa rétt á að sækja til okkar. Við höfum ekki náð til þeirra, eftir þáttur í ítrekkaðar tilraunir þá eru nokkrir sjóðfélagar, nokkur fjöldi sjóðfélagar sem eiga eftir að sækja til okkar séreign sem tengist því að þegar að aldursdeildin breyttist úr því að vera stigadeild yfir í aldursdeild sem var árið, ég ætla að hafa verið 2000 og Bjarni man þetta, var 2007, þá var umreikning á réttindum sem gerði að verkum að sjóðfélagi fengu séreign sem nam þessum mun á þessum breytingu á réttindum og velflestir hafa sótt þetta en það eru hérna 311 milljónir sem eru ósóttar og það eru uppistaðan af þessum skuldum og þær standa bara hérna og eru verðtryggðar og við munum vonandi koma þessu út á endanum en þetta hækkar þetta milli ára fyrst og fremst út af verðbólgu. Sjóðstreymið, ég ætla ekki að dvelja lengi við það frekar en hinum megin, en þarna auðvitað sjáum við að það fjárfestingarþörf í deildinni, hún netta upp á 843 milljónir í fyrra, þess að nýtt ráðstöfun fyrir fjárfestinga það sem þá í rauninni uppistöðu til, iðgjöld af frádregnum lífeyrisgreiðslum, stórum dráttum, þó að sú tala færi heldur minnkandi milli ára eins og kannski eðlilegt í ljósi eðlis deildarinnar. Og þarna sjáum við að svo sem sömu tölur og við vorum búin að skoða, nema þetta á greiðslugrunni hér þetta sjóðstreymið, þetta eru sambærilegar tölur og við skoðum í rekstrarreikningum með yfirlitinu breytingu á hreinni eign. Fjárfestingarhreyfingarnar, þarna sjáum við yfirlit yfir þær, hvernig þær skiptast milli einstakra eignaflokka og ég ætla líka að dvelja stutt við það nema séu sérstakar spurningar varðandi þessar tölur. En aftur þarna, það eru skýringar á þessum liðum mörgum í reikningum sjálfum og ef það eru spurningar einstakar liði hér á eftir þá sjálfsagt að fara við þá. Tryggingafræðilega stöðu yfirlitið í aldursdeildinni eins og hér segir. Hérna sjáum við það sem Ari kom aðeins inn á að í árslok fyrir ári síðan eða í árslok 2022 þá var eftir það skelfilega ár þá fór staða aldursdeildarinnar nærri þessum 10% mörkum og kom alveg til skoðunar þá, eins og Ari nefndi, að grípa til aðgerða því að við erum ansi nálægt mörkunum þarna í 9,5% halla og kom þannig meðal til umræðu hér á þessum fundi en eins og Ari nefndi þá var ákveðið að bíða og sjá og þó að ástandið hafi vissulega skánað í þeim skilningi að aðstæður voru munum miklu betri á síðasta ári en árið áður og þá dugði það ekki til og við lágum hérna yfir 10% mörkin þannig að nú ekki eftir neinu að bíða með að gera breytingar í þeim efnum og það verður gert frekari grein fyrir þeim hér á eftir og eins mun Bjarni koma inn á það í sinni yfirferð hvernig sú þróun hefur verið og hverjar skýringarnir á því öllu saman. Sama mynd hér í aldursdeildinni og við skoðum áðan í hlutfallsdeildinni. Þarna sjáum við þróunina, þarna af þessu balansin allt annar milli greiðandi sjóðfélaga og lífeyrisþega en þarna sjáum við glögglega hvernig þessi fækkun greiðandi sjóðfélaga eða virka sjóðfélaga hefur verið á síðustu árum og hefur heilmikil áhrif á svona þróun sjóðsins og nýliðunin sem sagt í rauninni neikvæð hjá okkur sem hefur áhrif á samsetningu skuldbindingarinnar sem ég kem aðeins inn á eftir. Hérna sjáum við sömu mynd líka með þróun lífeyrisins, hvernig hann hefur þróast yfir síðustu 20 ár ríflega og skiptingu milli einstakra greiðsluflokka. Þarna sjáum við líka að hlutfall örorkulífeyris af heildarlífeyrisgreiðslum hefur farið minnkandi eftir sem deildin hefur svona í einhverjum skilningi þroskast og nú bara komin svona á svipaðar slóðir og hjá mörgum öðrum lífeyrissjóðum en örorkutíðnin eftir sem áður lægri hjá okkur heldur en gengur gerist. Þá ætla ég að hafa örfá orð fjárfestingastefnurnar, þær má sjálfsögðu líka finna í miklu ítarlegri útgáfu heldur en hér á heimasíðu sjóðsins.
Þetta svo sem kannski ekkert sérstaklega læsileg tabla sem hér sýnd, en þetta tablan sem notuð, þetta það form sem við notum í gagnvart eftirlitinu eftir að þeir breyttu svona flokkuninni fyrir nokkrum árum og ekki endilega til batnaðar. Það svona umdeilt hversu skynsamleg sú breyting verið, en svona þetta sett fram og þarna sjáum við svo sem í stórum dráttum hvernig skipting eignanna við sjáum hvernig staðan í árslok og við sjáum hana hvert viðmiðið að markmiðið fyrir hvern eignaflokk og stutta útgáfan af þessu auðvitað í hlutafjárdeildinni. Þetta auðvitað mjög íhaldssöm fjárfestingarstefna sem samanstendur, þar sem eignir samanstanda nánast eingöngu af skuldabréfum eins og áður segir og tekur það auðvitað mið af eðli deildarinnar sem lokuð og tekur á móti litlum sem engum eða mjög litlum iðgjöldum sem fara enn minnkandi og þolir þar af leiðandi illa sveiflur í ávöxtun. Þannig að hér lögð áhersla á eignir með fyrirsjáanlegt greiðsluflæði og áhættu í lágmarki. Hérna sjáum við mynd af eignarsamsetningu hlutafjárdeildar. Þessi breyting hefur ekki, undanfarin ár hafa skuldabréf og innlán verið uppistaðan á eignunum. Við sjáum samt þarna hvernig önnur skuldabréf en ríkisskuldabréf hafa kannski tekið við af, við sjáum að appelsínuguli parturinn þarna eru ríkisskuldabréf. Það var mjög stór hluti af eignasafninu og enn stærri ef við förum aftar í tíma. En við sjáum að sá hluti sem er ríkisskuldabréf hefur minnkað og á móti hefur liðurinn önnur skuldabréf sem þá aðrir útgefendur, fyrirtæki, fasteignafélög, bankar og slíkir aðilar sem hafa komið á móti og þetta gert. Þetta tengist auðvitað fjölbreyttara vali af útgefendum og eins því auðvitað að eftir sem að vaxtastig lækkaði þó að hafi núna tekið kippt tilbaka þá hefur vaxtastig auðvitað lengi vel á þessu tímabili verið að lækka og þess vegna var kannski verið að reyna að sækja í eignir sem voru með heldur hærri ávöxtun heldur en ríkisskuldabréf. En núna þó enn sem komið helmingur eigna hlutafjárdeildar í ríkisskuldabréfum og uppistaðan af þeim ríkisskuldabréfum eru þessi ÍL sjóðsbréf eða húsnæðisbréfin sem Ari nefndi og styrrin stendur núna. Í sjálfu sér má segja að hvað varðar fjárhagsstöðuna sem slíka þá þetta ekki sem eignaflokkur sem við höfum stórkostlegar áhyggjur af hvað varðar verðmæti. Það að segja hvernig sem þetta mál fer þá höfum við ekki stórar áhyggjur af því eins og vaxtastigið núna á því að einhverjar vendingar í þessu máli verði til tjóns fyrir hlutafjárdeildina að neinu verulegu leyti. Það sem aðalega áhersluatriði hvað varðar hlutafjárdeildina að hún reiðir sig dálítið á greiðsluflæði þessara bréfa og við myndum þá leggja áherslu á það í öllum okkar samningum og samskiptum við fjármálaráðuneytið ef þær fari eitthvað lengra að það eignir sem kemur mögulega í staðinn fyrir ÍL-sjóðsbréfin séu þá þess eðlis að þær standi undir greiðsluflæðinu með sambærilegum hætti og íbúðalánasjóðs eða húsnæðisbréfin gerðu. En eins og sé, þetta staðan núna og helmingur eigna deildarinnar eru þessi bréf. Hérna sjáum við þróun hreinnar eignar hjá hlutafjárdeildinni undanfarin ár. Þarna sjáum við glögglega hvernig hrein eign hefur staðið í stað í eiginlega 10 ár eða jafnvel lengur eftir hvernig það mælt en hún hefur alltaf verið mjög stöðug undanfarin ár og það helgast eins og ég segi að þessu sem ég nefndi áðan að fjárfestingartekjurnar hafa að uppstu til staðið undir lífeyrisgreiðslum og ríflega það reyndar undanfarið. Þarna sjáum við líka ávöxtunina og þarna kannski sést glögglega hversu stöðu hún í raun og veru í samanburði við aldursdeildina og raunar flesta aðra lífeyrissjóði. Það gert með vitandi vits að hafa samsetningu eigna þannig að ávöxtunin sé stöðu og greiðsluflæðið fyrirsjáanlegt eins og ég nefndi. Stefnan hjá aldursdeildinni auðvitað talsvert ólík. Þarna sjáum við skiptingu milli einstakra flokka og hefur verið svona smávegis tilfærsla milli flokka en stóra breytingin á síðustu 10 árum auðvitað sú að við
þó við séum enn í lægri enda þeirra lífeyrissjóða sem fjárfesta erlendis, þá hefur sá eignarflokkur, þess að erlendu verðbréf eða eignir í erlendum gjaldmiðli, hefur verið sá eignarflokkur sem hefur breyst mest hjá okkur. Hann fer úr þarna 8% fyrir 9-10 árum í þessi tæplega 30% í árslok í fyrra. Er komin eitthvað yfir 30% núna, held ég 31% eftir fyrsta ársfjórðung þess árs. Hérna sjáum við þetta líka myndrænt kannski betur hvernig þessi þróun hefur verið. Þarna sjáum við þetta glögglega að erlendi hlutinn, sem er ljósblái parturinn þarna, efst, hann fer úr, eins og ég nefndi, 8% 2015, þegar að flesti lífeyrissjóðir voru í 20-25% hlutfalli og er komin í þetta 30% í árslok í fyrra, þegar að meðaltal íslenskra lífeyrissjóða er einhvers staðar 35-6%. Þannig að við erum aðeins undir meðaltalinu og erum svona í lægri endanum og það hefur svo sem kannski tvíþættar skýringar. Í fyrsta lagi eru skýringarnar þær að við byrjuðum þetta með ansi lágt hlutfall þegar við lögðum af stað þessa vegferð og þar fyrir utan þá hefur kannski verið farið varlegar líka í þessum efnum í ljósi þessar stærstu hluti þessar erlendu eigna eru hlutabréf. Langstærsti hlutin er hlutabréf og þau þetta eru, eins og allir vita, áhættusöm í eðli sínu þó þau hendi vel inn í eignasafn og það hefur kannski líka aðeins haldið aftur á deildinni og sérstaklega í ljósi þess hvernig þróun skuldbindingar deildarinnar hefur verið. Ég kem aðeins inn á það á þar næstu mynd held ég. Hérna sjáum við hvernig þetta hlutfall hefur þróast. Það þróast mjög tiltölulega skart þarna úr 8% í 30%. Svo kemur þetta mikla verðfall á erlendum mörkuðum 22 sem að lækkar hlutfallið og við erum að nálgast aftur og erum mjög nálægt þessu markmiði sem er 32% með við núverandi gildandi fjárfestingarstefnu og hérna, já, þannig að við höfum verið að bæta í þarna. Ég er búinn að nefna nokkrum samsetningu skuldbindingadeildarinnar. Þetta er dálítið áhugaverð mynd og hún sé kannski svolítið illskiljanleg fyrir marga í fyrstu sýn. Þetta er sem samsetning heildarskuldbindingar, heildarlífeyrisskuldbindingar aldursdeildar. Hvernig hún skiptist milli annars vegar áfallinnar skuldbindingar og hins vegar framtíðarskuldbindingar. Bjarni mun koma inn á þetta líka í sinni yfirferð. En þessi þróun er dálítið áhugaverð því hún tengist beint þessu sem að hér hefur verið rætt fækkun greiðandi sjóðfélaga í aldursdeild. Það hefur gert það að verkum að nýliðun er lítil sem engin og í rauninni má segja að nýliðun sé neikvæð nettó þegar á undanförnum árum. Það gerir það að verkum að þróun hefur verið sú, ef við tökum þetta 2014 fyrir 10 árum eða svo, þá er svona ríflega helmingur skuldbindingarinnar áfallin á meðan að tæplega helmingur er framtíðar skuldbinding. Þessi þróun hefur verið stöðug síðan að áfallna skuldbindingin er alltaf að verða fyrirferðarmeiri í heildarskuldbindingu sjóðsins. Þannig að þegar kemur að heildartryggingafræðilegri stöðu aldursdeildar að þá er áfallastaðan alltaf að vera fyrirferðarmeiri sem gerir í rauninni deildina viðkvæmari fyrir sveiflum. Þegar staðan er eins og hún var hérna í upphafi þessa tímabils að við erum með helming skuldbindingarinnar framtíðarskuldbindingu, þá má segja að sá hluti virki sem svona buffer eða stuðpúði í sveiflum því að sveiflur á markaði, sveiflur á eignum lífeyrissjóða hefur eingöngu áhrif á áfallastöðuna og þegar hún er eingöngu helmingurinn þá þolir slíkur sjóður sveiflur betur en ver eftir því sem að vægi áfallastöðunar eykst. Þannig að það hefur þetta er svona má segja hliðaráhrif af því að þessi þróun hefur verið eins og hefur verið og þetta gerir það að verkum að horfandi á þessa þróun að stjórn hefur kannski heldur haldið aftur af sér í að auka áhættustigið meira en gert hefur verið og ég held að margir lífeyrissjóðir horfinu á þetta svolítið þegar þeir svona stilla sig af hvað varðar áhættustig. Til samanburðar þegar Lífeyrissjóður Verslunarmanna var nefndur hér og er að mörgu leyti svona ansi einkennandi fyrir lífeyriskerfið í heild. Þar er þessi skipting, ef ég man rétt, einhvers staðar 60 og nálægt 65-35 myndi ég halda. Kannski rétt tæplega 65% áfallið. Þannig að
það svona svipust á að við vorum í hérna fyrir 2019-20. Og það munar alveg talsvert þessa breytingu og eins og ég segi, til dæmis árið 2022 þar sem við aldursdeildin kom mun betur undan því ári heldur en margir aðrir sjóðir, þó hann vissulega hafi ávöxtunin verið mjög slæm að þá var hún langt yfir meðaltali, ef maður rétt, hún var 8,5 í mínus raunávöxtunin á meðan að meðaltal lífeyrissjóðanna var 11,5 eitthvað svoleiðis og margir talsvert verri en það, að þó voru kannski áhrifin engu að síður meiri hjá okkur á tryggingafræðilegu stöðuna fyrir vikið og það þetta sem að skýri það. Þannig að Bjarni getur kannski varpað frekara ljósi á þetta, en þetta allavega atriði sem er rétt að hafa í huga og eðlilegt að hafa í huga þegar fjárfestingarstefnan metin, en auðvitað þetta allt saman þetta flókið mál að taka rétt ákvörðun fjárfestingarstefnu og kannski miklar sviptingar þar ekki skynsamlegar milli ára. Það fer nú að síðu setningunum mér, hérna sjáum við þróun hreinnar eignar og raunávöxtan hjá aldursdeildinni, við sjáum eins og sömu mynd hjá hlutfallsdeildinni áðan, þarna sjáum við að ávöxtunarlínan var nærri því flöt yfir stóran hluta tímabilsins hjá hlutfallsdeildinni, en hérna sjáum við sveiflurnar í ávöxtuninni, raunávöxtuninni hjá aldursdeild sem auðvitað endurspeglar þetta áhættu samarasafn og sem mjög eðlilegt í ljósi ólíks eðlis þessara deilda og við sjáum einnig að hrein eign að þrátt fyrir allt að aukast jafnt og þétt enda er lífeyrisbyrðin ennþá tiltölulega þægileg þó hún færi vissulega vaxandi hjá aldursdeildinni eins og svo sem flestum lífeyrissjóðum. Þá held ég látið þessu lokið. Það var dálítið langloka hjá mér en ég tek hvað sem er núna eða síðar sjálfsögðu öllum spurningum og ábendingum og athugasemdum og eins og þetta eftir fundin ef að því að skipta. En ég ætla þá að gefa boltann yfir til Henriks og Bjarni tekur við. Takk fyrir. Já, þakka fyrir Tryggvi. Nú, afsakið. Ég ætla að gefa orðið laust skýrslu stjórnar og reikningafélagsins, ársreikninga. Ef að fólk óskar eftir frekari skýringum eða vill fá upplýsingar, þá staðurinn og stundin hér og nú. Nú eða síðar. Eða síðar, það er líka hægt kannski undir önnur mál ef að fólk ekki tilbúið að koma með neina spurningu. Svo virðist ekki vera og ég vil þá byrja á því að bera upp reikninga sjóðsins til staðfestingar, bæði fyrir eða aldursdeild og hlutfallsdeild í einu lagi og bið þá sem að samþykkja að gera svo vel gefa atkvæðamerki. Takk fyrir og einhverjir á móti. Þetta samþykkt samhljóða. Nú við erum þá komin í 7. lið dagskrár sem tryggingafræðileg athugun og það Bjarni Guðmundsson, tryggingastærðfræðingur, sem að fer yfir þær tölur. Gjörðu svo vel, Bjarni. Fundarstjóri og góðir fundarmenn. Við erum hér með nokkrar glærur þetta efni, hina tryggingafræðilegu stöðu og aðgreint fyrir aldursdeild og hlutfallsdeild. En svona almennt þetta að ástæðan fyrir því að við erum að gera þessa útreikninga jú sú að í svona lífeyrissjóðum eins og við erum með hér, það að segja þessu sem við getum kallað lífeyrissjóður með skilgreint markmið, að þá það sem að sjóðfélagarnir eiga hjá sjóðunum, það eru þessi fyrirheit að greiða lífeyri þegar að þeir ná tilteknum aldri eða verða fyrir orkutapi eða jafnvel makalífeyri ef að fráfall að ræða. Og þar sem að það jú allt saman óvissir atburðir sem að við sjáum ekki fyrir, að þá reynum við að reikna út svona fyrir hópinn allan hversu mikið munu nú þurfa af eignum til þess að standa við þessi loforð eða fyrirheit sem gefin hafa verið. Og við höfum forsendur til að reikna eftir sem í stórum dráttum eru gefin í reglugerð sem að fjármálaráðuneytið gefur út og endurnýjar svona reglulega eftir því sem ástæða þykir til. Og hún hefur númerið 391 frá 1998 og var sett þarna það leyti sem að lögin lífeyrissjóði komu til sögunar.
En það þó heimilt að víkja frá þessum forsendum ef einhverjar sérstakar aðstæður í viðkomandi sjóð gefa tilefni til. Og það sem átt við með því nú kannski svona aðalega eitthvað eins og örorkutíðni, það að segja það ekki þannig að tryggingafræðingar megi breyta til dæmis vaxtaforsendum eða einhverju svoleiðis. Það svona ekki taldar sérstakar aðstæður í viðkomandi sjóð. Og það sem að mestu skiptir varðandi þessa útreikninga, það eru þessar forsendur vexti og svo lífs- og örorkulíkur. Vaxtaforsendan hún hefur lengi verið þessi sama, 3,5% raunávöxtun, og ef að réttindin eru tengd ekki verðlagi heldur launum með einhverjum hætti, þá eru notaðar aðrar forsendur og það heimilt að miða við. Algenga forsendan að miða við 1,5% launahækkun á ári umfram verðlag, en það heimilt að nota 0,5% og það það sem við höfum gert í hlutfallsdeildinni alla tíð frá upphafi, því það voru nú eiginlega þær forsendur sem voru notaðar í ársreikningum bankana á sínum tíma og við höfum haldið okkur við það hér. Og reyndar þetta nú forsenda sem skiptir ekki orðið miklu máli lengur, því að það eru jú svo fáir sem að greiða inn núna í sjóðinn. Nú það til einföldunar í ár að forsendurnar eru ekki breyttar frá því sem var hjá okkur í fyrra. Stundum höfum við þurft að tala heilmikið það að það séu breyttar forsendur lífslíkur eða annað, en þær eru eins og þær voru í fyrra hjá okkur. Það að segja við erum að nota vissulega spá það að lífslíkur breytist eftir því sem tíminn líður, og auðvitað erum við ekki alveg á sama stað núna í ár eins og við vorum í fyrra, en allavega þetta eru sama spáin og við notuðum í fyrra. Nú síðan vissulega það að réttindin í hlutfallsdeildinni voru skert 11% í fyrra, og það kom, eins og Tryggvi kom inn á áðan, ekki til framkvæmda fyrr en í desember í 2023. Og síðan urðu líka breytingar réttindaöflun í aldursdeildinni. Fyrsta lagi þá var tekin upp viðmiðun við fæðingarár í upphafi ársins. Og svo var aftur gerð breyting undir lok árs á þann veg að frá og með 2024 að þá viðmiðun réttindana í aldursdeildinni við 70 ára lífeyristökualdur í staðinn fyrir 67. Þetta tengist því sem að formaður kom inn á í sinni tölu hér áðan iðgjaldið til samtryggingar í aldursdeildinni sem hefur verið bara 10%, og til þess að uppfylla ákvæði laga lágmarksréttindaöflun þá var eiginlega tvennt í stöðunni, annars vegar það að reyna að hækka iðgjaldið sem var eiginlega orðið fullreynt. Það var búið að samþykkja það hér á ársfundi en það fékkst ekki staðfest hjá aðildarfélögum. Og þá var þetta eiginlega eina ráðið til þess að svona uppfylla formkröfur laganna réttindaöflun, að það var að miða við 70 árin í staðinn fyrir 67. Auðvitað skiptir það svona í endan ekki miklu máli fyrir sjóðfélaga. Auðvitað ef þeir taka lífeyri við 67 ára aldur þá fá þeir lægri lífeyri heldur en stendur í réttindatöflunum, og eins var það áður. Ef að sjóðfélagar hefðu fresta lífeyristöku til 67 ára aldurs þá hefðu þeir fengið hærri lífeyri í fyrir vikið. Þannig að þetta var nú svona meira til þess að uppfylla þessar formkröfur frekar en þetta skipti svona raunverulegu máli réttindaöflunina. Það þó þess að geta auðvitað að með því að miða við 70 ára lífeyrisaldur þá fær maður heldur betri örorkutryggingu og fyrir vikið verður ellilífeyrinn örlítið lægri heldur en verið hefði annars. Nú árið 2023, það var sem sagt þetta sem einkenndi það helst, að það var áfram mikil hækkun á verðlaginu, og það þýðir mikla hækkun á lífeyrisréttindum af því að þau eru jú bundin við vísitölu verðlags, og áfram var þetta erfitt að ávaxta eignir til jafns við þessa hækkun, og þetta væri miklu betra en árið 2022, og sömuleiðis getum við sagt að það jú þetta sem að það var ákveðnar breytingar á réttindakerfunum hjá ykkur og svo öðru leyti forsendur óbreyttar.
Og nú niðurstöðurnar úr þessum útreikningum erum við að setja saman í þessa litlu töflu hér. Nú Tryggvi var reyndar búinn að sýna ykkur hana og það svo sem kannski ekki mikið hana að segja annað en það að ef við kannski bara aðeins rifjum upp uppsetninguna. Við erum þarna í efri hlutanum, erum við með eigna hluta töflunar, þar að segja, og svo vinstra megin, eða dálkurinn lengst til vinstri, það eru þau réttindi sem sjóðfélagarnir eru búnir að ávinna sér og svo versus núverandi eignir. Miðjudálkurinn þessi hugleiðing þau iðgjöld sem á eftir að greiða af núverandi sjóðfélögum og þau réttindi sem þeir eiga eftir að ávinna sér. Þar höfum við alltaf dálítinn halla í hlutfallsdeildinni, kerfið bara uppbyggt þannig. Og svo leggjum við þetta saman til að fá heildarstöðuna og það það sem að svona lögin taka á. Þau taka á þessari heildarstöðu, hvað gefa vikmörk fyrir hana. Og við sjáum þarna, við vorum í fyrra með halla upp á 11% og það var þá réttindin voru vissulega lækkuð 11%, en enga síður erum við þarna áfram með smá halla og það auðvitað svona kannski ákveðin vonbrigði, en á því eru eiginlega 3 skýringar og hér erum við með mynd þar sem við erum svona að reyna að rekja hvernig matið á skuldbindingunni breytist milli ára. Við sjáum að í fyrra vorum við með mat á lífeyrisskuldbindingum upp á 44.746. Nú það hækkar svo bara vegna verðlagsbreytinga og þess að við erum jú að færast nær því í tíma að borga þetta út, þá fáum við líka 3,5% hækkun. Þannig að við fáum þarna hækkun upp á 4.575.000.000 og svo kemur örlítil hækkun vegna innborgara iðgjalda sem ekki mikið af því það jú fáir að borga inn. Nú síðan lækkar skuldbindingin vegna greidds lífeyris á árinu og svo kemur lækkun vegna skerðingarinnar sem varð. Og síðan kemur þarna eitthvað sem við, ef það eitthvað sem við ekki skýrist að þessu, þá höfum við sérlega lið þar sem við söfnum því bara saman og þar fengum við út aðeins hærri tölu en búist var við. Og það eru eiginlega 2 skýringar á því. Fyrsta lagi var dálítill það að fólk nýtti sér réttinn til 95 ára reglunar og það voru kannski einstaklingar með töluvert mikil réttindi svo það varð örlítil hækkun á skuldbindingunni þess vegna og svo var eitt dæmi það að viðmiðunarlaunin hjá sjóðfélaga höfðu ekki verið alveg rétt skráð. Og þar með endum við með þessa 41.894.000.000. Nú aðrir þættir heldur en þetta tvennt sem ég nefndi áðan sem valda því að staðan í mínus 2,4% en ekki í núlli, að það fyrsta lagi það að ávöxtunin var ekki alveg 3,5% og þar að auki þá eins og Tryggvi nefndi að þá urðu áhrif skerðingarinnar heldur minni en að var stefnt af því að hún varð svo seint á árinu og það verið að borga heilmikinn lífeyri út að þá hafði það dálítil áhrif að þessi lífeyrir var óskertur mestan hluta ársins. Og við höfum kannski ekki fleiri orð hlutfallsdeildina hér og þannig að við þá bara vindum okkur í aldursdeildina og þá þetta svo sem líka mynd sem Tryggvi aðeins búinn að tala við ykkur. Og við sjáum að þetta sama uppsetningi þarna, lengst til vinstri höfum við eignastöðuna, þar að segja bókfærðu eignina og svo eitthvað sem við köllum endurmat og það alltaf smá, við metum eignina örlítið öðruvísi í tryggingafræðilega matinu heldur en gert í ársreikningnum vegna þess að við erum að hugsa okkur það að þegar við erum að meta skuldbindinguna þá gerum við ráð fyrir því að framtíðar ávöxtunin verði nákvæmlega 3,5%. Ef að sjóðurinn á skuldabréf eða bréf með föstum tekjum þar sem vextirnir eru hærri, þá leyfum við okkur að gefa smá plús fyrir það. Í fyrra var þessi tala í mínus, þannig að svona í skilningi tryggingastarfræðinnar var ávöxtunin heldur betri heldur en var sýnd í ársreikningnum, en samt ekki alveg 3,5% og við miðum við þessar sérstöku aðferðir þannig.
Og svo höfum við matið á hvað þyrfti að vera mikið til að borga þann lífeyrisrétt sem sjóðfélagarnir áttu og við sjáum að það töluvert hærri tala eða 81.527 milljónir og það sem sagt halli upp á einhver 14,4%. Og svo höfum við aftur á móti framtíðina, þá erum við nýbúin að stilla reikniverkið af þannig að það í ágætis jafnvægi hjá okkur, þar að segja þar verðmæti iðgjaldana örlítið meira heldur en þær skuldbindingar sem verða til og þá eins og Tryggvi kom inn á áðan, ef að staða sjóðsins væri nú svo að, segjum nú bara að núvirði iðgjaldana væri svipað eins og núvirði eignanna, að þá væri náttúrulega hlutfallslega staðan miklu betri. Þá myndum við vera með, hvað myndum við vera með þá? Kannski svona 5% mínus eða eitthvað svoleiðis, væntanlega. En í staðinn þá, fyrst að framtíðin nú farin að skreppa svona mikið saman, að þá sjóðurinn viðkvæmari fyrir svona áföllum á eignahliðinni og hann sem sagt farin yfir þessi mörk sem að leyfileg eru samkvæmt ákvæðum laganna um lífeyrissjóði, þannig að þá ekki annað að gera heldur en að færa niður réttindin. Það ekki önnur úrræði til og það þá tillaga sem að liggur fyrir fundunum sem verður meðhöndul hér síðar á eftir sem gerir ráð fyrir því einmitt. En það má hins vegar benda á það varðandi aldursdeildina að hún hefur lengst af verið með meiri réttindaöflun heldur en flestir sambærilegi sjóðir fyrir greitt iðgjald. Og þar að auki hefur hún aldrei skert lífeyrisréttindi allt frá byrjun og langflestir sjóðir lentu nú í því kringum hrunið hér að þurfa að færa niður réttindi eitthvað. Nú hér höfum við svona svipað yfirlit eins og áðan og þarna sjáum við sem sagt að það einhver minniháttar jákvæður afgangur á tryggingakerfinu, þar að segja skuldbindingarnar hækka aðeins minna heldur en forsendurnar gera ráð fyrir. Það þá væntanlega eitthvað varðandi örorkuna einna helst sem að kemur þar til eða þá kannski að það hafi eitthvað fleiri fallið frá heldur en reikniverki gerði ráð fyrir. En allavega þá þetta svona þannig lagað bara allt í ágætu samræmi við það sem við erum að reikna eftir. Og með aldursdeildina það náttúrulega aðalega þetta að staðan vissulega utan leiður af vikmarka og það þarf að bregðast við því og að það liggur fyrir fundunum tillaga að lækka áfallin réttindi í lok árs 2023. Þannig að staðan færist aftur í það horf sem að áskilið í lagatextanum. Takk. Takk fyrir Bjarni. Og orðið laust spurningar til tryggingastarfræðisins. Ef einhverjir óska eftir að fá frekari skýringar á þessum tölum. Þetta dettur í hug, Bjarni, hvort að því að það var fyrir 2 eða 3 árum sem að ævilengd manna var aukin 2 ár eða eitthvað svoleiðis. Og heyrði ég í fréttum einhvers staðar eða sá að vegna COVID þá væri ævilengd manna 2 árum styttri en fyrir COVID. Kemur það ekki til með að hafa áhrif á næsta ári eða einhvern tímann síðar þegar í ljós kemur að þetta sé staðreynd? Eiginlega þá mun það nú væntanlega ekki gera það vegna þess að ég held að við lítum kannski þannig á að það sé ólíklegt að COVID komi aftur með sama hætti alveg á næstunni. Þannig að við erum ekki að gera ráð fyrir því að þetta muni hafa áhrif svona til framtíðar. En auðvitað náttúrulega hefur þetta haft einhver áhrif og kannski var það til dæmis þetta sem við vorum að sjá þarna í aldursdeildinni að skuldbindingin hækkaði örlítið minna en við áttum von á, kannski það einhver leyti, einhver svona áhrif. En nei, við erum ekki að gera ráð fyrir því að þetta verði tekið inn í spár til framtíðar.
Þakka fyrir Bjarni. Orðið er ennþá laust. Gjörðu svo vel, Sigurjón. Fundarstjóri, góðu fundamenn. Það er ein tala þarna sem er 2,4% í mínus og Bjarni, getur þú svona áætlað bara það að við byrjum árið með möntun upp á 2,4, hvað þýðir það á ári bara mínusinn sem vantar? Áttar það á hvað ég er að spyrja, en ég veit ekkert hvort að þið viti hvað ég er að spyrja. Því að ég er alltaf svo spenntur fyrir tölunum hans Bjarna. Sko, ég get nú kannski ekki alveg gefið þér gott svar við þessu, en auðvitað er það þannig að ef að við erum með mínus þarna og það verður ekkert sem gengur betur en við gerum ráð fyrir, þá mun þetta einhver tíma leiða til þess að það verður ekki til nógu peningar. Einhver tíman verðum við með meiri mínus heldur en 10%. En hins vegar vil ég líka benda á það, sko, þessi útreikningur segir náttúrulega bara þetta. Við gefum okkur það að við fáum alltaf nákvæmlega 3,5% vexti. En sagan hefur nú sýnt okkur það að hlutfallsdeildinni hefur nú tekist gjarnan að fá betri ávöxtun en það. Og ég myndi nú halda að ef að ávöxtunin í framtíðinni verður eins og hún hefur verið, ef til dæmis var það ekki 20 ára ávöxtun, var hún ekki 3,8% eða 7 eða eitthvað svoleiðis, að það myndi nú eiginlega duga til þess að þetta væri ekki sérstakt áhyggjuefni, en bara, já, þetta er ekki alveg kannski hár. Ég held maður þurfi ekki alltaf að hafa áhyggjur af því hvort það kemur nákvæmlega 0 út hjá manni, af því að þetta er jú einhverjir áratugir fram í tíman sem við erum að reikna, og þetta er þessi forsenda, gefum okkur að vextirnir verði alltaf nákvæmlega 3,5. Og það þarf ekki að verða mikið betra en það til þess að þetta gangi nú samt upp. Þannig að ég myndi ekki fara að hafa áhyggjur alveg strax af þessu. Þakka fyrir Bjarni. Ari Skúlason, gjörðu svo vel. Takk, fundarstjóri, góðu fundamenn. Við sjáum hér að það liggur tillaga fyrir fundinum um lækkun áfallinna réttinda við lok árs 2023. Núna heyrðum við áðan af svona hálfgerðri hörmungarsögu varðandi hlutfallsdeildina, því að fjármálaráðuneytið afgreiddi tillöguna mjög seint. Má ætla að eitthvað álíka gerist ef að segjum nú að sú tillaga sem við höfum eftir að sjá, ef hún verður ekki afgreidd fyrir undir lok ársins, munum við upplifa eitthvað álíka? Sko, fyrsta lagi held ég að sé nú ráðuneytið oftast fljótara en þetta. Oft er það kannski bara mánuð eða eitthvað þannig. En þar að auki, þá eru lífeyrisgreiðslur í aldursdeildinni miklu lægri. Þannig að ég held að það skiptir ekki eins miklu máli þó að þetta dragist aðeins hér. Þakka fyrir Bjarni. Eru fleiri spurningar til tryggingastarfræðisins? Svo virðist ekki vera, og þá er þessum lið lokið. Næsti liður á dagskrá hérna samkvæmt breyttri dagskrá eru tillögur til breytingar á samþykktum sjóðsins. Ég var Tryggvasyni orðið, gjörðu svo vel, Tryggvi. Takk fyrir það. Já, þá ætla ég að fara yfir þessar tillögur sem að liggja frammi og hafa legið frammi á vefnum og á skrifstofunni og liggja hér á borðunum einhverjum líka. Áður en ég fer þá í tillögurnar sjálfar, þá ætla ég aðeins að fara aftur í að prjóna aðeins við það sem að Bjarni var að fjalla varðandi þær breytingar sem voru gerðar á töflunum
aldursdeildinni á árinu. Það er þessi viðmiðunaraldur í þessum útreikningi á þessum áherslutöflum sem var breytt úr 67 árum í 70. Og þetta var, eins og Bjarni kom inn á, þetta var gert til þess að uppfylla þessi formskilyrði laga svokallað lágmarkstryggingavernd að kröfu Fjármálaeftirlitsins. Og hann rifjaði líka upp Bjarni að við höfum ítrekað sóst eftir því og gert heila tilraun til þess að hækka iðgjaldið í aldursdeildinni sem hefði leyst málið. En það tókst eins og þið flest ekki. Og þess vegna ákvað stjórn að breyta þessum áherslutöflum og þessum viðmiðunaraldri. Og ég held líka að Bjarni hefði komið inn á það. Ég er kannski ekki að bæta miklu við það sem hann hefur sagt Bjarni, en það er erfitt. En þessi hækkun sem viðmiðunaraldri hefur, eins og Bjarni nefndi, sára lítil áhrif á réttindi og í sér á ekki hafa nein áhrif á fyrirhugaðan lífeyristökualdur fólks, af því að samhliða breytingu á töflunum þá er flýtingar og frestunartöflum breytt samhliða, þannig leið og töflunar vissulega hækka, þannig að ávinnslan eykst, en flýtingartöflunar breytast líka þannig að einstaklingur sem ætlaði sér að fara á eftirlaun 65 ára eða 66 ára eða 67 ára eða 68 ára getur eftir sem áður gert það. Útreikningurinn er aðeins öðruvísi en skilar svo að segja sömu niðurstöðu með þessum frávikum sem Bjarni nefndi, sem er örlítil tilfærsla milli örorkuréttindana og eftirlaunaréttindana, en það sem telur eitthvað hjá þeim allra yngstu, en hjá þeim sem eru að fara á eftirlaun í aldursdeild á næstu árum, þá skiptir þessi breyting litlu sem engu máli. Þannig að það er mikilvægt og eins og það er mikilvægt að undirstrika að það er verið að tala hér viðmiðunaraldur, það er ekki verið að breyta lífeyristökualdrinum í raun. Heldur er eingöngu verið að breyta við hvaða aldur töflunar eru miðaðar til þess að komast yfir þessi reiknuðu mörk sem að flestra mati eru nú kannski barn síns tíma og þjóna kannski í samsveg litlum tilgangi. En það er nú önnur saga, þannig ég ætla nú bara að reyna að dýpka aðeins þetta atriði, en ef það eru frekari spurningar varðandi þetta atriði þá reynum við að svara þeim. En þessi breyting var sem sagt gerð til viðbótar við aðra breytingar sem voru á síðasta ársfundi, og þar var í samráði við Fjármálaeftirlitið, það var beitt bara, það eru ákvæði í lögum sem að heimila stjórn að gera breytingar á samþykktum ef það leiða að lögum sem var talið að væri í þessu tilfelli. Þannig að í fyrsta lagi er þetta þess eðlis, en í öðru lagi þá er þetta sem sagt breyting sem hefur sáralítil áhrif í raun. Þá ætla ég að koma inn á tillögurnar sjálfar sem liggja fyrir þessum fundi, sem má segja séu tvíþættar. Það eru þessu þrjár, en fyrstu tvær hanga nú eiginlega saman og tengjast sama atriði. Og þessar tillögur tvær ganga út á það að við ætlum að leggja það til að það sé teygt aðeins á flýtingarréttinum að segja. Við erum þegar með flýtingartöflur sem að liggja fyrir sem að ná alveg niður í 60 ár, en textin í samþykktunum gerir ráð fyrir því að það sé ekki hægt að hefja lífeyristöku fyrir 65 ára. Flestir lífeyrissjóðir eða margir eru búin að færa þetta niður í 60 ár, þannig að við teljum eðlilegt að aldursdeildin bjóði upp á það sama, að það sé hægt að flýta lífeyri alveg niður í 60 ár, þannig að það sé hægt að hefja töku eftirlauna hvenær sem er á þessu aldursbili, og það er það sem þessi tillaga gengur út á. Töflurnar hafi þegar verið breytt í þá veru eftir það breytingar sem hér var lýst, að það er sem sagt ná alveg þarna niður, þannig að það er raunin verið að breyta textanum í þessum tveimur greinum, 20. grein 22 og 25, þannig að það sé hægt að hefja lífeyristöku fyrr með þá að sjálfsögðu skerðingum eins og eðlilegt er, en þarna er bara verið að auka sveigjanleikann, og þetta á í rauninni ekki að hafa nein áhrif á tryggingafræðilega stöðu deildarinnar. Þetta er bara möguleiki sem fólk hefur, og töflurnar eru þetta reiknaðar þannig út að flýtingin á ekki að hafa nein áhrif. Þetta er hugsað til þess að auka sveigjanleikann, og það hefur mjög mikið verið spurt um þetta undanfarin mánuði, leyfum mér að segja, og hefur verið spurt um það hvað þessi kostur sé ekki uppi hjá okkur, og þess vegna töldum við eðlilegt að breyta þessu. Þannig að það er fyrir tillagan sem er í þessum tveimur liðum, og það er hér örstutt greinargerð í 3 línum sem að lýsir þessu sem ég var að nefna, og það er spurning hvort við
afgreiðum ekki þessa tillögur tvær saman, fyrstu og aðra tillögu. Það er spurning hvort að ég fel þér það, Hinrik, að bera þær upp. Áður en við förum í seinni tillöguna. Já, þið hafið þetta hérna fyrir augunum, þessar breytingar. Og þessi breyting á eingöngu við aldursdeild. Já, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundamenn, Stefán Jóhann Stefánsson heiti ég. Það var sagt að þetta hafi ekki neina áhrif á tryggingafræðilega stöðu. Er það mat bara svona út í loftið eða hefur hún formlega farið fram? Hefur svo reikningskunst verið framkvæmt? Bjarnar kannski aðstofa með þessu? Allar þessar töflur það að flýta og fresta töku lífeyris, þær eru gerðar þannig að þær eiga ekki að hafa áhrif á skuldbindingar sjóðsins. Auðvitað náttúrulega myndi þetta hafa, þar að segja, ef að mjög margir myndu byrja að taka lífeyri fyrr og hætta að greiða í sjóðinn, þá myndi það kannski hafa einhver áhrif, en einhvern veginn held ég nú ekki að það sé það sem að gerast þegar fólk að flýta töku lífeyris endilega, heldur bara það að það byrjar að taka lífeyri og heldur áfram að vinna. Og þá á þetta ekki að breyta eiginlega neinu hina tryggingafræðilegu stöðum. Það er að segja að maður fær lífeyrinn fyrr, en hann verður líka lægri fyrir vikið og þess vegna á svona skuldbindingin á ekki að breytast. En auðvitað náttúrulega er þetta svolítið háð því að sjóðfélagarnir viti ekki meira heldur en við hvað þeir lifa lengi. Þakka þér fyrir. Það orðið ennþá laust ef að fundarmenn vilja spyrja eitthvað frekar áður en við göngum til atkvæða þessar tillögur. Og eins og ég var byrjaður að segja þá er þetta fyrst og fremst aldursdeildin sem að þetta snertir, þannig að þeir sem eru með græna atkvæðaseðla geta greitt atkvæði en hlutfallsdeildar fólk ekki. Og ég les upp bara hvernig þessar greinar verða, að sá sem er orðinn, semst fyrri hlutinn er sá sem er orðinn 60 ára en ekki 70 ára og uppfyllir skilyrði 1. málsgreinar að öðru leyti, má hefja töku eftirlauna, upphæð eftirlauna samkvæmt 1. málsgrein lækkar þó samkvæmt töflum 2a og 2b. Síðari hluti tillögunnar verður svo þannig: sjóðfélagi sem ekki hefur hafið töku ellilífeyris hjá sjóðnum getur ákveðið að hefja töku ellilífeyris í 50% hlutfalli hvenær sem er eftir að 60 ára aldri er náð og telst hann þá hafa ráðstafað þeim hluta ellilífeyrisréttinda sinna, samanber grein 21.11. Ákvæði 22 skal gilda þann hluta sem ráðstafað er fyrir 70 ára aldur. Ákvæði 23 skal gilda hinn frestaða hluta eftir að 70 ára aldri er náð. Þeir sem eru þessu samþykkir vil ég biðja að gjöra svo vel að gefa atkvæðamerki. Takk fyrir. Eru einhverjir á móti? Svo er ekki og skoðast þetta því samþykkt svona. Þá er komið að næstu breytingu. Tryggvi, gjörðu svo vel. Já, þá er það seinni tillagan, eða rauninni þriðja tillagan sem jafnframt varðar eingöngu aldursdeildina og það er þessi lækkun á áföllum réttindum sem er nauðsynleg þó að þessi matsatriði hversu langt skal gengi í þeim efnum. Það fór fram heilmikil umræða innan stjórnar það atriði og erfitt að kannski halda fram að sé einhver ein tala réttar en önnur í þeim efnum, en þetta var alltaf vegið og metið í samráði við tryggingastarfræðing og tillaga tryggingastarfræðingsins er þessi sem hér kemur fram. Og þarna framkvæmdin á þessu er einfaldlega svo að það er gert ráð fyrir að það sé bætt inn
einni málsgrein inn í 19. greinina sem að fjallar þá bara þetta atriði að þetta er málsgrein grein sem fjallar almennt grundvöll lífeyrisréttinda og er svona samsafn af ýmsum greinum varða lífeyrisréttindi og þá bætt við þessari einföldu, má segja, málsgrein sem segir að þessi samþykkt á ársfundi 29. maí 2024 að lækkun allra áunnarra lífeyrisréttinda sjóðfélaga í aldursdeild á árinu 2023 og fyrr 12%. Þetta sé fært sem lækkun skuldbindinga í réttindayfirvaldi sjóðsins í desember 2023 og öðlast gildi við greiðslu lífeyris frá og með næsta mánuði eftir að staðfesting fjármálaráðuneytisins þar að lútandi liggur fyrir. Þetta er svona sambærilegt orðalag og er í þeim sjóðum. Við höfum horft til þeirra sjóða sem hafa eins og að fram hefur komið. Þetta er í fyrsta sinn sem þetta er gert í aldursdeildinni og framkvæmdin er á breytingum á réttindum, hvort sem milli hækkunar en lækkunar er jafnan með einhverju svona sniði, annarkvort inn í samþykktunum eða í viðauka við samþykktunar, en orðalagið er það mjög sambærilegt við þetta. Svo er hér greinargerð með þessari tillögu. Það er svona búið að segja ýmislegt sem snertir þetta, bæði í umfjöllun minni og ekki síður í umfjöllun Bjarna. Þetta er gert eins og fram hefur komið í því skyni að jafna þennan halla sem að myndast hefur og við lágum þarna úr yfir 10% mörkin og skýringarnar á því hafa líka kannski meira meina komið fram. Það er að segja stærsti orsakavaldurinn stærsti hluti þess að halla myndaðist árinu 2022 við þær skelfilegu aðstæður sem þá voru uppi á fjármálamörkuðum og kom til greina raunar að grípa straxlega aðgerða í lok þess árs en var þá ákveðið að bíða og niðurstaðan er þá þessi að við erum komin yfir 10% mörk, þannig að það verður ekki beðið lengur með þessa breytingu. Hins vegar svo kemur líka fram að eins og ég hef líka minnst á og fleiri að ávöxtunin var vissulega betri og stóðst vel samanburð við aðra lífeyrissjóði en engu að síður versnaði staðan lítillega og við fórum yfir þessi mörk. Bjarni minntist líka á þetta með réttindatöflurnar. Þær hafa í fyrsta lagi mjög lengi verið hærri heldur en gengur og gerist og þær hafa líka verið hærri undanfarin ár heldur en við hefðum viljað hafa þær, skulum við segja. Þessi réttindatöflurnar voru ríflegri nokkur ára skeið og staðan var einfaldlega svo og það tengdist í rauninni þessari útreiknuðu stærð sem við ræddum hér áðan lágmarks tryggingavernd að ef við hefðum í rauninni þurft og viljað lækka áherslutöfluna lítillega fyrir talsvert mörgum árum og margir lífeyrissjóðir gerðu það af því það var líka komin halli á þessari svokölluðu framtíðarstöðu hjá öðrum lífeyrissjóðum en þessum. Við hins vegar gátum ekki gert það vegna þess að iðgjaldið hjá aldursdeildinni er ekki nema 10% og með því að lækka áherslutöflunar eins og við hefðum þurft og vilja gera þá höfum við farið undir þessi 56% mörk. Þannig að þetta tengist þeirri umræðu á nokkru leyti. Þannig að við vorum svolítið föst kannski í þeirri stöðu að vera með heldur rausnarlegri áherslutöflur heldur en efni stóðu til og það er hluti af skýringunni hvernig það hefur myndast smám saman lítilsháttar halli þess vegna en aftur langstærsta skýringin er engu að síður þessi skellur sem við og svo sem fleiri lífeyrissjóðir urðu fyrir árinu 2022. Þessi framtíðarstaða var síðan leiðrétt eins og hér kemur fram með nýjum réttindatöflum og þannig að það var lokað fyrir það gat má segja en þetta er engu að síður stóra myndin af því af hverju þessi staður uppi og svo sem höfum ekki val að gera annað en að breyta áföllnum réttindum eins og Bjarni nefndi. Það má eins og alveg ræða og hafa skoðanir á því hversu langt skal ganga. Við hefðum alveg komist upp með að skerða áfallin réttindi heldur minna og skilja þá eftir meiri heildarhalla. Það er miðað við að það er ekki gert ráð fyrir því lögum að lífeyrissjóðir þurfi endilega að fara niður í 0 eða ná einhverju 0. Bjarni minntist líka á það að það er kannski þetta er ekki nákvæmur vísindi en svo að það er kannski erfitt að miða endilega við þann 0-punkt. En við ákváðum samt að ganga þó þetta langt til þess að koma að minnsta kosti áföllustöðunni sem er langstærsti parturinn af þessu, koma henni inn fyrir 5% mörkin og þetta myndi þá skilja
heildarstöðuna eftir í 1,9%, en það má, eins og segi, við hefðum getað komist upp með að ganga heldur skemur. Það hefði líka mátt rökstyðja ef við höfum viljað fara alveg niður í 0, þá hefði við sennilega þurft að fara í 14% eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það svona þetta rökstyðja ýmsar tölur að þetta var niðurstaða stjórnar að fengnu áliti tryggingastarfræðings að leggja til 12% breytingu eins og hér kemur fram. Og aftur, það hefur líka komið fram, þetta í fyrsta sinn og þetta er ekki skemmtilegt að gera þetta í neinum lífeyrissjóði, en þetta óhjákvæmilegt og þrátt fyrir þetta held ég við getum sagt að ávinnslan á uppsöfnu réttindi í þessari deild standast vel samanburð, því að ávinnslutöflur eru nú þegar eru ennþá talsvert ríflegri heldur en hjá flestum lífeyrissjóðum. Það eru ekki, held ég að fundið einn lífeyrissjóður sem með ríflegri ávinnslutöflur með við sama lífeyristökualdur og við erum með. En þetta staðan og þetta semst tillagan sem lögð til. Það alveg ljóst að það þarf að gera breytingar, en það hefði mátt rökstyðja tölu á bilinu 8 til 14% kannski, og þetta var tillaga tryggingastarfræðings sem að stjórn ákvað að leggja fyrir fundinn. Þannig að ég hef ekki meira það að segja á þessu stigi, þannig að til að Hinrik að taka við. Þakka þér fyrir, Tryggvi. Orðið er laust þessa tillögu. Ef einhver óskar að gera athugasemdir eða fá skýringar. Svo virðist ekki vera og en bendi á að þetta á eingöngu við aldursdeild, þannig að þeir sem eru með græna miða geta greitt atkvæði og það sem er ræða er þessi nýja málsgrein, samþykkt á ársfundi 29. maí 2024, lækkun allra áunninna lífeyrisréttinda sjóðfélaga í aldursdeild á árinu 2023 og fyrr 12%. Fært sem lækkun til skuldbindinga í réttindayfirliti sjóðsins í desember 2023 og öðlast gildi við greiðslu lífeyris frá og með næsta mánuði eftir að staðfesting fjármálaráðuneytis þar að lútandi liggur fyrir. Þannig ný 19. grein 1911 er ég undir atkvæði og bið þá sem eru samþykkir þessu að gera svo vel og gefa atkvæðamerki. Takk fyrir. Eru einhver á móti? Þetta er samþykkt samhljóða. Þá eru ekki fleiri tillögur til breytinga og komið að 8. leið sem er kosning skoðunarmanna. Vilt þú hafa einhver orð það? Á ég bara að halda áfram? Það liggur hér fyrir tillaga eftirtalda einstaklinga sem hafa áfram gefið kost á sér sem skoðunarmenn reikningasjóðsins. Það er Guðrún Anna Antonsdóttir og Þorsteinn Thorsteinsson. Eru fleiri tillögur skoðunarmenn reikninga? Svo er ekki og þá skoðast Guðrún Anna Antonsdóttir og Þorsteinn Thorsteinsson réttkjörnir skoðunarmenn fyrir næsta starfsár. Hér er 9. liður dagskrár, það er tilnefning utanaðkomandi aðila í endurskoðunarnefnd og það byggir á breytingu á lögum. Viltu hafa einhver orð þetta, Tryggvi? Já, ég skal kannski bara skýra. Þetta sem tengist því að það var breytt lögununa sem tók gildi í upphafi þessa árs 24, lögum ársreikninga sem varða meðal annars lífeyrissjóði og það tengist 108. greininni sem fjallar endurskoðunarnefndir og þá er bætt við þessari málsgrein að sé nefndarmaður utanaðkomandi aðili skal hann tilnefndur af aðalfundi. Formaður nefndarinnar skal vera óháður einingunni og skipaður af nefndarmönnum eða stjórn einingarinnar. Þannig að til þess að mæta að vera í samræmi með þessa málsgrein þá er lagt hér til að fundurinn tilnefni Árna Tómasson, löggiltan endurskoðanda, til áframhaldandi starfa í endurskoðunarnefnd sjóðsins þar sem hann hefur starfað frá nóvember 2019. Hann situr þar ásamt 2 stjórnarmönnum og hefur, eins og segi, staðið sem er mikilli prýði. Þannig að tillagan er svo að fundurinn tilnefni í samræmi við þetta lagaákvæði þennan einstakling Árna Tómasson sem utanaðkomandi aðila í endurskoðunarnefnd. Takk fyrir þetta, Tryggvi. Orðið er laust þessa tillögu ef fólk vill tjá sig. Tillagan er að
Fundurinn tilnefni Árna Tómasson, löggiltan endurskoðanda, til áframhaldandi starfa í endurskoðunarnefnd sjóðsins þar sem hann hefur starfað frá því í nóvember 2019. Þessi utanaðkomandi löggiltur endurskoðandi, tilnefning er Árni Tómasson. Eru fleiri tillögur? Svo er ekki og skoðast Árni Tómasson því rétt kjörinn löggiltur endurskoðandi. Tíundi liður dagskrár eru laun stjórnar- og skoðunarmanna og tillögur liggja hér fyrir að laun stjórnarmanna hækki úr 110.000 í 120.000 á mánuði og tvöfalt fyrir formann. Laun varamanna hækki úr 58.000 í 63.000 fyrir hvert setinn fund, þó ekki hærri en 120.000 kr. á mánuði. Laun greidd eins og laun bankamanna. Hækkun 7,3% í takt við launavísitölu og hækkuðu síðast á ársfundi 2023 en er á meðal þess lægsta sem gerist meðal lífeyrissjóða. Þetta er semst laun stjórnarmanna, að þau hækki úr 110.000 í 120.000 á mánuði og samhliða því laun varamanna hækkuð úr 58 í 63.000 og ég ætla að gefa orðið laust þessa tillögu ef einhver vill tjá sig þessar hækkanir. Svo er ekki, þá ætla ég að bera þessa tillögu undir fundinn að laun stjórnarmanna hækki úr 110.000 í 120.000 á mánuði og tvöfalt fyrir formann. Laun varamanna hækka úr 58 í 63.000 fyrir hvert setinn fund, þó ekki hærri en 120.000 á mánuði. Þeir sem samþykki þessu gjöru svo vel gefa atkvæðamerki. Takk fyrir, einhverjur á móti. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá næst laun skoðunarmanna sjóðsins, að þau hækki úr 65.000 í 70.000 á mánuði og laun greidd eins og laun bankamanna og þessi laun hækkuðu síðast á ársfundi 2023. Ég gef orðið laust það, ef einhver óskar að tjá sig. Svo er ekki og ber ég þetta þá undir atkvæði fundarins að laun skoðunarmanna hækki úr 65.000 í 70.000 kr. á mánuði. Þeir sem samþykki gjöra svo vel greiða atkvæðamerki. Gefa atkvæðamerki. Takk fyrir, þeir einhverjur á móti. Þetta er samþykkt samhljóða. Önnur mál. Tryggvi. Já, það eru svo mikið önnur mál á mínu hálfu, það er spurning að opna bara. Gjörðu svo vel, Ingólfur. Já, fundarstjóri, ágætu sjóðfélagar. Það eru núna 8 ár síðan að ég var kosinn fyrst í stjórn sjóðsins og aðdragandinn að því var sá að þeir samstarfsfélagir mínir í Landsbankanum lögðu hart að mér að gefa kost á mér og vildu meina á þeim tíma að uppi var ákveðið tómlæti og það væri nauðsynlegt að gera breytingar á stjórninni. Og skammt frá því að segja, við fórum í þessa vegferð sem allir þekkja og formaður hefur nú lýst hér, þannig ég ætla ekki að gera það. En ég vil að sjálfsögðu óska nýrri stjórn innilega til hamingju með kjöri og óska henni allsins besta í sínum störfum. En það er tvennt sem ég vildi nefna í því sambandi sem ég tel til athugunar. Það er í fyrsta lagi að nú er verið að skipta út öllum þremur stjórnarmönnum sem eru kosnir af sjóðfélögum á einu bretti og ég held það sé að mörgu leyti óheppilegt og ég held að það sé heldur ekki heppilegt að þeir séu allir starfandi hjá Samaðeldarfélaginu og til dæmis held ég að það væri ekki gott fyrir, eða gæti verið erfitt fyrir þá að halda þá tölu sem formaðurinn okkar Ari hélt á ársfundi Landsbankans. Vildi bara nefna þetta og ég held að sé ágætt að menn skoði þá tilhögun sem er hjá lífeyrissjóði verkfræðinga. Það eru menn kosnir til 3 ára og ekki allir í einu, þannig að það verður alltaf einhver endurnýjun og það er líka svo regla að mann get ekki gefið kost á sér nema í 3 kjörtímabil, það er að segja 9 ár samtals. Þannig ég held að þetta sé eitt af því sem að ný stjórn ætti að skoða.
En ný stjórn er líka að taka við góðu búi og ein ástæðan fyrir því er sjálfsögðu svo að við erum svo heppin að við erum með alveg framúrskarandi starfsfólk. Huldu, Margréti, Halldór og Tryggva sem leiðir hennan hóp og ég held við ættum að gefa þessu fólki gott klapp. Ég vil líka nota þetta tækifæri og þakka honum Bjarna Guðmundssoni fyrir áratuga samstarf, bæði á vettvangi Íslenska lífeyrissjóðsins, lífeyrissjóðs verkfræðinga og svo hér í 8 ár. Það er mjög gott samstarf sem við höfum átt og virkilega ánægjulegt að hafa bara fengið að kynnast í Bjarni. Og síðustu vil ég þakka okkar fínust stjórn, bæði Erlu, Sigurði Tryggva, Ástríði, Helgu og ekki síst Ara sem hefur staðið sig á mínum að alveg frábærlega sem formaður stjórnarinnar. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Ingólfur. Orðið er laust undir önnur mál. Ef að einhver vill tjá sig, gjörðu svo vel. Nú ég svo gamall að ég þekki ekki öll andlitin hérna inni. Gjörðu svo vel, þá bið ég að kynna þig. Komið sæl, Eyrún Anna Einarsdóttir heiti ég og framkvæmdastjóri eignastýringar og miðlunar hjá Landsbankanum. Mér langar aðeins að fá að útskýra okkar hlið sem stjórnanda Landsbankans, þar sem að Ari kemur hér inn á ákveðin málefni sem að hafa verið til umræðu innan bankans í fleiri ár og finnst eðlilegt að koma með ákveðna skýringu þar á. Hann talar að stjórnandi bankans sé að flytja sjóðfélaga úr sjóðnum sem alrangt. Þegar við kemur nýr starfsmaður inn til bankans að þá í ráðningarsamningi við bankan príhakað í lífeyrissjóð bankamanna og lagt mikil áherslu á það að nýjir starfsmenn komi inn í sjóðinn og þar með uppfylla skyldur okkar. En nú hafa aðilar, starfsmenn, óskað ítrekað eftir að fá að greiða skylduiðgjaldið sitt til annars lífeyrissjóðs og sjóða og leitum við álita bæði innan á bankans og aftur utan bankans og var það niðurstaða að við gætum ekki staðið í vegi fyrir því, bara út frá réttindum starfsmanna og leggjum við gríðarlega mikla áherslu á það að við náttúrulega erum í samkeppni líka við starfsmenn á samkeppnismarkaði, þannig að það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að vera samkeppnishæf í kjörum og að bjóða upp á réttindi gagnvart starfsfólki. Þannig að mér fannst óvægin umræða hérna áðan og vildi bara koma því á framfæri að við erum að fylgja lögum. Það kemur hvergi fram í kjarasamningi né í lögum að það sé skylduaðild í lífeyrissjóð bankamanna. Þannig að við töldum okkur ekki stætt á að standa lengur í vegi fyrir. Þannig að við vildum koma þess allavega framfæri hérna á fundinum að því mér fannst vera að vega að heilindum míns og stjórnanda bankans. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir það. Ari, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Ég gef akkúrat ekkert fyrir þessi rök, ekki neitt. Landsbankinn er stærsta aðildafyrirtæki sjóðsins. Sjóðurinn er með samþykktir sem við stöndum öll að og þar segir skýrt, eins og ég fór yfir áðan, allir starfsmenn skulu greiða í lífeyrissjóð bankamanna nema þeir séu með skylduaðild annars staðar. Það að framkvæma þetta ekki er brot á samþykktunum. Þið getið hugsað ykkur þá stöðu á almennum markaði á Íslandi ef einhver starfsmaður Eimskips kæmi til mannauðs í Eimskip og sagði ég vil ekki vera í Eflingu, mig langar til þess að fara í einhvern annað félag. Það er aldrei nokkuð tíma leyft vegna þess að íslensku vinnumarkaður er rígbundinn hvað lífeyrissjóði varðar og helstu gæsluaðili þess eru Samtök atvinnulífsins og eitt allra stærsta fyrirtækið innan Samtaka atvinnulífsins er Landsbankinn og Landsbankinn er að ganga algjörlega þvert á það sem er gert allstaðar á vinnumarkaðnum fyrir utan það að vera brjóta samþykktir sem hann hefur tekið þátt í að vera með í næstu því 100 ár.
Þannig að mínu mati segir þetta það sem ég sagði áðan. Landsbankinn er að segja okkur, það þarf ekki að standa við alla samninga, bara suma. Takk. Þakka þér fyrir, Ari. Orðið er ennþá laust undir önnur mál. Ef einhverjir vilja tjá sig hvað sem er, sem að skiptir máli fyrir sjóðinn. Það er engin hönd á lofti og við förum þá að ljúka þessu fundi. Ég vil byrja á því að þakka fundarmönnum kærlega fyrir fundarsetuna og fyrir góðan fund og starfsmönnum Lífeyrissjóðsins vil ég þakka fyrir þeirra framlag og fráfarandi stjórn þakka ég einnig, tek undir með Ingólfi að þau hafa unnið sín verk vel og ég efast ekki að nýkjörinn stjórn sem ég óska einnig til hamingju með að taka við þessu, að hún muni gera það í áframhaldi af þessu starfi. Nú var það þannig að fundargerð fundarins, hún er í smíðum og verður það eitthvað áfram, þannig að ég ætla að óska eftir því við fundamenn að við Pálmi fáum að ganga frá henni eftir fund og hún verður síðan birt á heimasíðu sjóðsins þegar hún er tilbúin. Ef enginn mælir því mót, að þá skoðast það samþykkt af ykkar hálfu. Er enginn á móti það? Annars þyrftum við að bíða hér eitthvað fram eftir til að ganga frá fundargerðinni. Nú, að svo mæltu, þá þakka ég bara Pálma fyrir hans störf og ykkur fyrir fundinn og segi fundi slitið. Takk fyrir.